Fundur settur í bæjarstjórn Vestmannaeyja. Þetta fundur númer 1605 og haldinn hér í Ráðhúsinu 5. 11. apríl 2024 og hófst núna klukkan 17. Ég vil hér í upphafi bera upp tillögu að taka inn með afbrigðum fundargerð bæjarráðs númer 3214 sem haldinn var fyrr í dag. Þeir bæjarfulltrúar sem eru samþykkir þessu gjöra svo vel að gefa merki. Það samþykkt með 8 samhljóða atkvæða. Dagskrá þessa fundar þá eftirfarandi: 1. Ársreikningur Vestmannaeyjabæjar fyrir árið 2023, síðari umræða. 2. Umræða samgöngumál. 3. Þjóðlendukröfur Íslenska ríkisins í Vestmannaeyjar. 4. Efnistaka við Landeyjahöfn. 5. Framtíðar uppbygging í Vestmannaeyjum. 6. Umhverfis- og skipulagsráð Vestmannaeyja fundur 399. 7. Bæjarráð Vestmannaeyja fundur 3213. 8. Framkvæmda og hafnaráð Vestmannaeyja fundur 304. 9. Þá með afbrigðunum hér áðan fundur bæjarráðs frá í dag númer 3214. Og þá göngum við til dagskrár og tökum fyrir fyrsta dagskrármáli sem ársreikningur Vestmannaeyjabæjar fyrir árið 2023, síðari umræða. Og ég tek fram að ræðutími undir þessum lið ótakmarkaður en bæjarfulltrúar mega þó einungis tala tvisvar eins og venjulega. Íris Róbertsdóttir. Forseti, endurskoðaður ársreikningur Vestmannaeyjabæjar fyrir árið 2023 hér lagður fram til seinni umræðu í bæjarstjórn Vestmannaeyja. En fyrir liggur samþykki bæjarráðs og bæjarstjóra ársreikningnum frá 21. mars síðastliðnum. Samkvæmt 3. og 4. málsgrein 61. greinar sveitarstjórnarlaga skal fjalla ársreikninginn á 2 fundum í bæjarstjórn. Engar tölulegar breytingar voru á ársreikningnum milli umræða, aðeins ein breyting í skýringu 22 þar sem fjárfesting var sett inn í skýringar vegna klefa við Hásteinsvöll en var að ræða fjárfesting vegna girðinga í kringum Hásteinsvöll. Skýringarnar eru alltaf yfirfarnar á milli umræðina og allt annað eins og það á að vera. Annað sem var tekið á milli umræðina og eins og farið var yfir með endurskoðendunum og fundið þegar sátum okkur 21. mars var að það væri farið ofan í lífeyrisskuldbindinguna aftur á milli umræðina og það var gert og hún var yfirfarin af tryggingastærðfræðingi og stendur hún óbreytt og ég fór vel yfir þessa skuldbindingu sem alveg gríðarlega há við fyrri umræðu en heildarskuldbindingin eins og þið vitið 4,8 milljarðar. Rekstrarafkoma sveitarfélagsins var jákvæð rúmar 564 milljónir samkvæmt samstæðureikningi sveitarfélagsins eða 400 milljónum meira en gert var ráð fyrir í fjárhagsáætlun fyrir 2023 og lykiltölur úr ársreikningnum á glæru hérna með framsögunni og bæði með og án Herjólfs. Það ágætt að sjá það, við tölum það, við höfum lent í því að Herjólfur sé með neikvæða afkomu og þá drögum við það fram, þannig það líka allt í lagi að draga það fram þegar afkoman jákvæð. Þannig það hérna bak við mig og ef við förum í rekstrar niðurstöðu A-hluta þá var það fyrir afskriftir og fjármagnsliði tæplega 410 milljónir samanborið við 225 árið 22 en heildarniðurstaðan var jákvæð 231 milljón rúma. Sérfræðingurinn Haraldur Lyngdal og við sem höfum setið fjármálaráðstefnu vitum hver hann er. Hann nýverið skrifaði grein mjög áhugaverða rekstrarmódel sveitarfélaga og þar sem hann heldur því í rauninni fram að það módel sé úrelt og fyrir þó nokkur síðan. Það hafi verið gott þegar ramminn var settur utan það á lagaumhverfið á sínu tíma en það séu orðnar það mikla breytingar í umhverfi sveitarfélaga að hann þurfa að endurskoða. Hann talar það að heilbrigður rekstur í A-hluta sem sveitarsjóður og rekinn fyrir skattfé sé þegar veltufé frá rekstri sé 10-15%. Og ef við förum aðeins yfir hérna þessar lykiltölur í rekstrinum að þá var veltuféð árið 2022 þegar A-hlutin var samt með neikvæma aðkomu Vestmannaeyjabæjar samt á þeim stað sem telst vera heilbrigður rekstur
Og það náttúrulega dregur fram það að ástæðu þess að reksturinn var neikvæður var auðvitað ekki eiginlegu rekstur heldur aðrar atriði, bæði lífeyrisskuldbindingar og neikvæða tekjur á fjármagni sem við áttum. En þið takið eftir því að skuldaviðmiðið er að hækka úr 15,15 í 25,9 milli ára og það vitum við að er ekki út af skuldastöðu Vestmannaeyjabæjar. Það er vegna þess að það koma inn það er endurreikning á lífeyrisskuldbindingunni, lífslíkum eftir 15 ár hjá því sem að er inn í safninu og þegar þeir finna út þá tölu þá hækka þeir skulda viðmiðið okkar. Þannig en tölurnar eru mjög góðar, þið sjáu að veltufé frá rekstri var 11,1% og 11,4% í fyrra í A-hluta og samstæðunni, þrátt fyrir erfitt ár og núna erum við með 16 og 16,9. Þannig að þetta er samt alltaf eitthvað sem við þurfum að fylgjast vel með en ég get að mörguleyti tekið undir það með Haraldi að það eru alltaf að verða meiri og meiri áskoranir í rekstri sveitarfélaga vegna þessi ramma sem sveitarfélagunum eru skapaðar og kröfurnar sem koma frá Austurvelli til okkar. Áframhaldandi uppbygging og samvinna á þeim nótum sem verið hefur undanfarin ár skiptir okkur máli og til þess að við komumst í gegnum þær áskoranir og getum nýtt þau tækifæri sem eru til staðar í Vestmannaeyjum, þá er gott að standa saman. Og ég endurtek það sem ég sagði við fyrri umræðu að gríðarlega mikil uppbygging og jákvæði á sér stað hér í Eyjum og við horfum auðvitað björtum augum til framtíðar þó að áskoranir varðandi innviði séu svo sannarlega til staðar hjá okkur. En ef við tökum sameiginlegan þátt í að halda áfram uppbygging og öfluga góðu samfélagi sem að verður þá okkur öllum sem hér búa til hagsbóta og þá er framtíðin bjartari. Ég mun ekki fara ítarlegra yfir ársreikningin, ég gerði það í mjög langu máli við fyrri umræðu og þar sem engar breytingar hafa orðið tölulegar að þá læt ég þetta duga. Takk fyrir þetta. Áður en ég gef orðið laust les ég eftirfarandi stutta innbókun. Íris Róbertsdóttir gerði grein fyrir endurskoðuðum ársreikningi Vestmannaeyjabæjar fyrir árið 2023 í framsögu ásamt því að fara yfir helstu niðurstöðu reikningsins. Engar tölulega breytingar voru gerðar milli umræðina en textaskýringar yfirfarnar og lagfærðar þar sem ekki var búið að yfirfæra þær fyrir fyrri umræðu. Orðið er laust reikningi. Eyþór Harðarson, gjörðu svo vel. Já, forseti, góðir bæjarfulltrúar og gestir. Ég vil byrja að þakka bæjarstjóra Írisi Róbertsdóttur fyrir yfirferðina á ársreikningnum. Þetta var allt rætt í fyrri umræðu svo sem í dítela og margt komið fram. Og í framhaldi er rétt að þakka starfsmönnum bæjarins fyrir þeirra framlag við gerð þessa reiknings sem samkvæmt skýrslu endurskoðanda er til fyrirmyndar. Eins og ég kom að í fyrri umræðu þá er niðurstaðan ásættanleg og á þeim nótum sem verður að teljast nauðsynleg niðurstaða til að geta talist sjálfbær. Góð samstaða bæjarstjórnar hefur verið stóru verkefni bæjarfélagsins sem er mikilvægt fyrir samfélagið. Samstaðan er vonandi hluti af ásættanlegri niðurstöðu. Eins og komið hefur fram áður þá eru fjárfestingarverkefni framundan hjá bæjarfélaginu og þar af leiðir mikill þrýstingur á öflugt og gott aðhald í rekstri sveitarfélagsins. Kröfur bæjarbúa eru miklar, hvort sem snýr að þjónustu eða uppbyggingu mannvirkja og það er ljóst að bæjarfulltrúar þurfa að hafna fjölda góðra hugmynda ef ekki á að eyða efni fram. Eins og öllum er kunnugt þá er loðnubrestur á vetrarvertíð 2024 og það mun hafa mikil áhrif á tekjur Vestmannaeyjabæjar þetta árið og mun koma fram í næsta ársreikningi. Við getum þó hrósað happi yfir því að stóru sjávarútvegsfyrirtækin hafa fleiri egg í körfunni en áður og áhrifin ekki eins alvarleg í heildarmyndinni. En það er ljóst að allt það starfsfólk sem byggir afkomu sína af sjávarútvegi verður af góðum tekjum sem flæða þá ekki hagkerfið í Eyjum. Einnig er jákvæð þróun í uppbyggingu atvinnulífs í Eyjum sem mun hafa jákvæð áhrif til framtíðar hvað varðar fjölbreyttari undirstöður en áður í tekjuöflun bæjarsjóðs.
Áfram höldum við og ætlum að uppfylla þær skyldur sem lagðar eru á okkur sem samfélag í þjónustu við bæjarbúa. Þar ráðum við ekki alltaf hvernig endanleg útgjöld líta út, þar sem verkefnin sem við fáum í fangið eru ekki alltaf fyrirsjáanleg eins og nýleg dæmi sína nýgerða kjarasamninga. Lokaorð mín verða þau að sú afkoma sem niðurstaða ársreiknings 2023 sýnir hverfur eins og dögg fyrir sólu í fjárfestingaverkefnum næstu ára. Við þurfum reglulega niðurstöðu sem þessa til að forða okkur frá lántökum í framtíðinni. Takk fyrir. Takk fyrir þetta. Vilja fleiri taka til máls undir þessum lið? Svo Hildur Sólveig Sigurðardóttir Gjörsson. Forseti, bæjarfulltrúar og gestir. Afsakið, já, ég vil fá að taka undir orð bæjarfulltrúa Eyþórs Harðarsonar og þakka starfsmönnum bæjarstjóra fyrir mikla og góða vinnu í tengslum við ársreikninginn. Og já, ég var ekki við fyrri umræðu og ætla svo sem ekki að leggja endilega mikið eða langa ræðu hér fram sem að maður hefur svo sem svolítið endurtekið kannski ár eftir ár með svipuðum takti. En það er ýmislegt jákvætt klárlega í þessum ársreikningi. Það er náttúrulega klárlega þessi jákvæða rekstrarniðurstaða sem er blessunarlega talsverð umskipti frá síðasta ársreikningi og stafar meðal annars að því að við erum að sjá gríðarlega miklar tekjur umfram áætlanir, hvort sem það eru frá jöfnunarsjóði eða útsvarstekjum eða öðrum tekjum, sem er mjög gott og ánægjulegt að við séum að meðhöndla og fjalla hér slíkan ársreikning en ekki þann sem við samþykktum hér fyrir ári síðan. Veltufé frá rekstri sem hlutfall af tekjum kom hér fram í ræðu bæjarstjóra og ég hef búin að síðustu 2 ár minnast á einmitt þessa breytu. Því hefur nú reyndar verið kastað fram í viðbrögðum við slíkum vangaveltum einmitt veltufé frá rekstri sem hlutfall af tekjum að ég hafi verið að taka stundum bara einhverjar tölur úr rekstrinum og sem að bara til þess að réttlæta minn málflutning en málið er það að ef að veltufé frá rekstri sem hlutfall af tekjum skoðuður þá hefur hann verið undanfarin ár verið á niðurleið sem að hefur verið verulegt áhyggjuefni og ég hef oftar en ekki tjáð áhyggjur mínar af. En blessunarlega núna er þessi tala í betra horfi en áður og því er mjög vel og ég fagna því. Af því ef að veltufé frá rekstri stendur ekki undir fjárfestingu í rekstrarfjármunum að þá náttúrulega verður sveitarfélagið á endanum ekki fjárhagslega sjálfbært og kem ég því inn á líkt og bæjarfulltrúi Eyþór Harðarson inn á að það er mikilvægt að við náum að standa undir okkar fjárfestingum og því sem að við viljum, þeim nýframkvæmdum sem við viljum takast á í framtíðinni og það eru klárlega stór verkefni framundan sem að við þurfum að huga að. Og annað sem að kannski líka í tengslum við það, þá er náttúrulega annað sem veldur auðvitað áhyggjum og við höfum rætt hér áður er þessi staða sjóða okkar og hvernig hún hefur lækkað. Náttúrulega skammtíma fjárfesting og handbært fé heldur vissulega áfram að lækka eins og hún hefur gert undanfarin ár og er komið undir 1,6 milljarð í þessum ársreikningi sem við erum að
samþykkja hér og því auðvitað ákveð áhyggjuefni og það sem við þurfum náttúrulega að huga að þegar við erum að huga okkar framtíðar framkvæmdum. En ég ætla að fá með leyfi forseta að leggja hér fram bókun fyrir hönd fulltrúa Sjálfstæðisflokksins og hún svo hljóðandi. Í ljósi loðnubrests þessara vertíðar ljóst að tekjur bæjarsjóðs munu minnka til muna. Stór fjárfestingaverkefni komandi ára munu ganga verulega á sjóði bæjarfélagsins og þar af leiðandi eykst mikilvægi aðhalds í rekstri bæjarfélagsins enn frekar. Þeirri stöðu þarf að taka alvarlega og gæta þar þess að taka ekki ákvarðanir sem leiða til óþarfa útgjalda. Undir þetta rita allir bæjarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins. Ég hef lokið máli mínu og þakka fyrir. Takk fyrir þetta. Vilja fleiri taka til máls undir þessum lið? Íris Óbisdóttir, gjörðu svo vel. Forseti, ég bara, það alltaf fínt og voru fínar umræður ársreikninginn í fyrri umræðu og bæjarfulltrúi Hildur Sólveig Sigurðardóttir sagði réttilega hér að hún hafði ekki verið þar, enda þar var einmitt farið akkurat yfir þetta varðandi sjóðina. Ástæðan fyrir lækkunum á sjóðum sveitafélagsins á síðasta ári eru lán til Eyglóar og það afskaplega og meira að segja hlutfallið þannig að þetta var ekki nema, ég bara minnir að mig minnir rétt rúmlega 100 milljónir þessi breyting, en það sem að mér finnst sérstakt að minnast ekki á það hversu mörg hundruð milljónir sveitafélagið hefur lánað Eygló, sem þýðir að það fjármagn sem tekið úr sjóðnum, það sem bæjarfulltrúinn nú hluti af stjórn Eyglóar og það rétt, sjóðnir hafa lækkað, en við höfum líka tekið ákvörðun að fjárfesta í fastafjármunum. Sjóðirnir hafa aldrei verið notaðir í rekstur og munu ekki vera notaðir í rekstur. Það náttúrulega mjög gott að því sé haldið til haga að sjálfsagt að gagnrýna hafa lækkað, en útskýrum þá kannski með hvers vegna. Og það var farið nefnilega mjög vel yfir það hér við fyrir umræðu, hverjar ástæðurnar voru. Þannig að það bara fínt að halda því til haga, en það alveg ljóst þegar hafa lækkað, enda höfum við líka byggt ýmislegt upp hérna í Vestmannaeyjum sem var nú ekki vanþörf á. Takk fyrir þetta. Vilja fleiri? Njáll Ragnarsson, gjörðu svo vel. Já, ég eins og bæjarfulltrúi Hildur Sólveig Sigurðardóttir var ekki hér við fyrri umræðu ársreiknings og gat þar af leiðandi ekki tekið þátt í henni, en ég hef náttúrulega ekki þennan reikning hafandi samþykkt hann í tvígangi, eða sem sagt farið yfir hann í tvígangi í bæjarráði, og ég held að það sé rétt hjá bæjarstjórn sem að fundaði hér þetta fyrri umræðu fyrr í vor að afkoman á þessu ári og ársreikningurinn ber vott það að það mikill fjárhagslegur styrkur hjá sveitarfélaginu og reksturinn sjálfbær og stendur undir sér. Ég veit að bæjarfulltrúar hafa mismikla trú á sjálfbærni í rekstri, en ég held að sé hægt að segja það að við erum hér með í höndunum mjög góðan ársreikning sem sýnir fjárhagslegan styrk sveitarfélagsins. Mér langar að leggja fram þá bókun fyrir hönd meirihluta bæjarstjórnar. Með leyfi forseta lesi ég hana upp. Afkoman á árinu 2023 afar góð. Niðurstaða samstæðu bæjarins, það A og B hluta, jákvæð 564 milljónir sem 400 milljónum umfram áætlun og 530 milljónum krónum betri en árið á undan. Veltufé frá rekstri samstæðunar 16,9%. Rekstrar afkoma A-hluta jákvæð 231 milljón og 409 milljónir fyrir afskriftir og fjármagnsliði sem sýnir að rekstur bæjarins sjálfbær í erfiðu rekstrar
umhverfi sveitarfélagana og veltufé frá rekstri 16% af A-hluta. Ársreikningurinn endurspeglar vel fjárhagslegan styrk sveitarfélagsins sem vel í stakk búið að standa undir framtíðar uppbyggingu. Við forseta að afsaka þetta. Ég verið að koma skilaboðum á milli fólks. Ég held áfram lestrinu með leyfi forseta. Fjárfestingar bæjarins hafa aukist á árinu og þær hafa allar verið fjármagnaðar af eigin fé og ekki hefur komið til lántöku. Framtíðarhorfur samfélagsins eru bjartar. Þá hef ég lokið máli mínu. Takk fyrir þetta. Orðið ennþá laust ef einhver vill leggja meira í belginn. Svo ekki. Þá umræðu lokið. Þá les ég upp eins og skylda ber til niðurstöðutölur úr endurskoðuðum ársreikningi Vestmannaeyjabæjar og stofnana hans fyrir árið 2023. A. Ársreikningur sjóða í A-hluta 2023, afkoma fyrir fjármagnsliði jákvæð 176.276.000. Rekstrar afkoma ársins jákvæð 231.428.000. Niðurstaða efnahagsreiknings 14.402.948.000 og eigið fé 8.138.832.000. Samstæða Vestmannaeyjabæjar afkoma fyrir fjármagnsliði jákvæð 542.471.000, rekstrar afkoma ársins jákvæð 564.108.000. Niðurstaða efnahagsreiknings 17.325.368.000 krónur. Eigið fé 11.100.293.000 krónur. B. Ársreikningur Hafnarsjóðs Vestmannaeyja 2023, afkoma fyrir fjármagnsliði 205.726.000 krónur. Rekstrar afkoma ársins 230.026.000 krónur. Niðurstaða efnahagsreiknings 2.647.997.000 krónur. Eigið fé 2.423.721.000 krónur. C. Ársreikningur félagslegra íbúða 2023, afkoma fyrir fjármagnsliði 18.438.000 krónur. Rekstrar afkoma ársins 0. Niðurstaða efnahagsreiknings krónur 903.140.000 krónur. Neikvætt eigið fé 10.568.000 krónur. D. Ársreikningur fráveitu Vestmannaeyja 2023, afkoma fyrir fjármagnsliði 94.282.000 krónur. Rekstrar afkoma ársins 66.850.000. Niðurstaða efnahagsreiknings 730.518.000, eigið fé 477.892.000. E. Ársreikningur Vatnsveitu 2023, afkoma fyrir fjármagnsliði 0. Rekstrar afkoma ársins 0. Niðurstaða efnahagsreiknings 320 milljónir, eigið fé 0. F. Ársreikningur Vestmannaeyjaferjunnar Herjólfs OHF fyrir 2023, afkoma fyrir fjármagnsliði 55.460.000, rekstrar afkoma ársins 67.534.000. Niðurstaða efnahagsreiknings 470.936.000 og eigið fé 268.354.000. G. Ársreikningur Náttúrustofu Suðurlands 2023, afkoma fyrir fjármagnsliði neikvæð 9.930.000 krónur, rekstrar afkoma ársins neikvæð sömu tölu. Niðurstaða efnahagsreiknings krónur 17.896.000 og eigið fé 16.833.000. H. Ársreikningur Eyglóar Eignarhaldsfélags EHF 2023, afkoma fyrir fjármagnsliði 2.320.000, rekstrar afkoma ársins neikvæð 21.800.000. Niðurstaða efnahagsreiknings 612.162.000, eigið fé neikvætt 24.272.000.
Eftir þennan lestur ber ég þá endurskoðaðan ársreikning Vestmannaeyjabæjar og stofnana hans undir atkvæði hér í bæjarstjórn. Þeir bæjarfulltrúar sem samþykkja gjöra svo vel að gefa merki. Og hann er samþyktur með 9 samhljóða atkvæðum bæjarfulltrúa. Þá tökum við fyrir annað mál á dagskrá, umræða samgöngumál. Íris Róbertsdóttir gjör svo. Forseti, já, við eðlilega höfum alltaf miklar áhyggjur á samgöngunum okkar. Venjulega léttist nú aðeins á okkur brúnin á þessum tíma árs þegar meiri líkur á að Landeyjahöfn sé í fullinni virkni og auðveldar að fara á milli og höfnin sé opin, en dýpkun hefur verið gríðarlega ábótavant í vetur og eins og við höfum farið yfir, og þrátt fyrir góð fyrirheit og væntingar að nýtt dýpkunarskip myndi geta afkastað 15.000 tonnum á sólarhring, og þessu var öllu stilt upp í útboði og allir átt að uppfylla þau skilyrði og enn einu sinni fyllumst við von að hlutinni fara að ganga betur hérna, en þau fyrirheit hafa engan veginn staðist og enn eru aðstæður þannig að fullnægjandi dýpi er ekki á rífinu fyrir utan Landeyjahöfn. Höfnin sjálf og hafnaminnið er svona allt í lagi, það er aðeins farið að safnast reyndar austamegin, en það er ekki fullnægjandi dýpi á rifinu og það hefur gengið alveg hræðilega að dýpka það. Og bara alls ekki sem skildi í þeim veðurgluggum sem komu við páskana. Og það var bara góðu veðurgluggi. Og Vegagerðin gaf þá skýringu að björgun hafi ekki getað mannað skipið. Og þá var ekki hægt að sinna dýpkun. En ég ætla nú aðeins að fá að bera blaka Vegagerðinni, þeir voru ekki ánægðir með það, ég get bara sagt þið það. Vegna þess að Fannar yfirmaður hafnamála þurfti að eyða stórum hluta páskunum í að tala við mig og verið í samskipti við mig, af því að þetta er náttúrulega algjörlega óbóðulegt gagnvart okkur hér að veðurgluggarnir sé ekki nýttir, af því það stendur skýrt í samningnum, það eru einhver frídagar, gagnvart einhver frídagar yfir páskana og það á alltaf að dýpka þegar gefur til dýpkunar. En dýpið á rifinu er hamlandi fyrir siglingarnar og það er þess vegna sem að við gerum miklar athugasemdir við það, og það var gert í bæjarráði, athugasemdir við það að þessi gluggar hafi ekki verið nýttir, að því þetta mun gera það að verkum að þegar ekki eru bestu aðstæður að ræða til siglinga, þá þarf að skerða áætlun. Og við erum að finna fyrir því núna, það vantar töluvert, það vantar minnstakosti meter á dýpi á rifinu til þess að hægt sé að sigla áætlun, og þessum athugasemdum hefur verið komið til Vegagerðarinnar eins og ég sagði áðun, og bókun Bæjarráðs hefur líka verið komið til Vegagerðarinnar, og við leggjum bara þunga áherslu á það að Vegagerðin mæti því sem við erum að gagnrýna það og væntum bara viðbragða Vegagerðarinnar og að sjálfsögðu nýs innviðaráðherra sem komin er og verður nú okkar besti vinur, væntanlega, eins og svo sem er að hverfa frá, og svo auðvitað þingmannan okkar. Og ég bara, nú mun ég taka þau upp á hverjum fundi sem við ræðum við samgöngur, að það sé algjörlega ótækt hversu lítinn áhuga þingmenn Suðurkjördæmis hafa á samgöngum við Vestmannaeyjar. Það er bara risastórt verkefni eða úr þingmaður í Suðurkjördæmi að hafa mikinn áhuga á samgöngum, og ég vil nú meina það sérstaklega mikið til Vestmannaeyja þar sem við erum nú bundin einni leið sem eru siglingar. En ég vildi bara fara aðeins yfir þetta og ég reikna nú með að það verður nú eitthvað smá umræða, en svo mun forseti leggja fram hérna sameiginlega bókun bæjarstjórnar, en ég ítreka enn og aftur, við þetta getum við ekki búið og það er ekki hægt að bjóða þessu samfélagi upp á annan svona vetur. Takk fyrir þetta. Áður en orðið verður laust ætla ég að lesa þessa innbókun. Bæjarstjóri fór yfir stöðu mála á dýpkun við Landeyjahöfn og samskiptin við Vegagerðina. Bæjarráð hefur farið fram á við Vegagerðina að hún grípi til aðgerða gagnvart dýpkunaraðila vegna vanefnda á samningi. Dýpið á rifinu er ekki nægjanlegt og dýpkun ekki gengið sem skildi. Dýpkunaraðili nýtti ekki dýpkunarglugga í kringum páska eins og honum ber skylda til samkvæmt samningi. Þar af leiðandi er enn ekki fullnægjandi dýpi til siglinga samkvæmt fullri áætlun í Landeyjahöfn nema við bestu aðstæður. Orðið er laust
samgöngur. Hildur Sólveig Sigurðardóttir, gjörðu svo vel. Já, ég ætla nú bara að hafa þetta örstutt. Ég bara fagna þessum fundi sem var haldinn hér daginn með samgönguráðherra og vegagerðinni þar sem að fjöldi fólks, margir vestmanningar komu og sýndu hversu mikilvægar samgöngur eru okkur og spurðu og það var bara mjög gott að hafa þetta aðgengi að þessum starfsmönnum. Að sama skapi vil ég líka þá að hrósa Herjólfi OHF og stjórn þeirra fyrir fundinn sem að fór fram í gær og sem að var vel mætt á og þar var auðvitað verið að ræða samgöngur og reksturinn á ferjunni og ég tel að hann hafi farið vel fram. Vissulega hefði aðstæður kannski verið með öðrum hætti að auðvitað núna verið að sigla vel í Landeyjahöfn að þá hefði hljóðið hugsanlega verið öðruvísi í fólki alveg eins og á fundinum með samgönguráðherra en að sama skapi þetta alla daga, allt árið kring, alltaf okkur áhyggjuefni og skiptir okkur öllum miklu máli að sé í lagi og þess vegna náttúrulega þegar að svona vinnubrögð sjást að þá svíður öllum gífurlega. Þannig að ég bara tek undir það sem að hér hefur áður komið fram og bind vonir við það að vegagerðin láti ekki, eins og sagt sko, fool me once, shame on you, fool me twice, shame on me. Þannig að við skulum rétt vona að vegagerðin láti ekki fíbla sig mikið oftar. Takk fyrir. Takk fyrir þetta. Vilja fleiri taka til máls undir þessum lið? Svo ekki. Þá vil ég lesa hér sameiginlega bókun bæjarstjórnar. Bæjarstjórn tekur undir með bæjaráði og skorar á vegagerðina að grípa til aðgerða gagnvart dýpkunaraðila í Landeyjahöfn vegna vanefnda á samningi. Ganga verður þannig frá dýpkunarmálum í Landeyjahöfn að íbúum Vestmannaeyja verði ekki boðið upp á annan vetur sambærilegan þessum. Bæjarstjórn brýnir nýjan innviðaráðherra og þingmenn kjördæmisins að gæta hagsmuna Vestmannaeyinga, tryggja að dýpkunarmálum verði komið í fullnægjandi farveg. Þá tökum við fyrir þriðja mál á dagskrá, þjóðlendukröfur Íslenska ríkisins, Vestmannaeyjar, Íris Ólafsdóttir. Forseti, þann 5. apríl þá sendi þáverandi fjármálaráðherra Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir óbeðanlegt bréf og óskaði eftir því að fá frest til að endurskoða kröfur í samkvæmt svæði 12 og meðal annars í landi í Vestmannaeyjum og við sem hér minni þekkjum málið auðvitað vel og höfum mótmælt í harðlega frá því það kom fram í byrjun febrúar en óbyggðanefnd var í dag við þessari ósk að veita lengri frest en tala nú reyndar það að þeir hafa nú sjálfur verið komnir eiginlega í það að veita frestinn en það kemur að minnsta kosti fram að kröfulýsingarfresti líka auðvitað snýst þetta okkur sem landeigendur vegna þess að 15. maí var dagurinn sem við áttum að skila inn okkar mótrökum við kröfur ríkisins og sá tími er búið að lengja og það talað að til 2. september en 2. september getur líka breyst ef að ríkið verður lengi að endurskoða sínar kröfur. Það verður auðvitað að búa til svigrúm fyrir alla þá vítt og breytt landið sem að þurfa að senda óbyggðanefnd sín mótrök við kröfulýsingu ríkisins. En það sem jákvætt við þetta að þetta skulu þó vera komið í þennan farveg að það komin opinberleg viðurkenning á því að kröfurnar eru og það stendur nú bara, minnst nú svolítið með leyfi forseta að fá að vitna hérna aðeins í bréfið að bréf fjármálaráðherra til óbyggðanefndar sem dagsettur 5. apríl og með leyfi forseta
Fram hafa komið nýjar korta upplýsingar frá Landhelgisgæslunni sem og önnur gögn sem gefa íslenska ríkinu tilefni til gagngerða endurskoðunar á kröfugerð sinni vegna svæðis 12. Þá sett fram málefnaleg rök að kröfugerð fjármála- og efnahagsráðherra hafi gengið á langt. Fyrirsjáanlegt að við endurskoðun kröfugerðarinnar verið stórlega dregið úr kröfum á svæðinu. Ekkert samt í þessu bréfi segir að okkar kröfur verði afturkallaðar. En það talað að þeim geti orðið, fyrir ekki bara tilhutni líkur, en það talað að það verði dregið stórlega úr þeim. Meðal annars eitt af þeim gögnum sem sent var á fjármála- og efnahagsráðuneytið var bréf frá Sambandi íslenskra sveitarfélaga eftir að við 3 bæjarstjórar óskuðum eftir því að sambandi myndi funda með öllum sveitarfélögum sem eru undir á svæði 12, þetta er hringinn í kringum landið, og út úr því kom bréf sem fór til ráðherra með rökstuttum, ábendingum ágallana í kröfunni, og ég ímynda mér að það sé líka hluti af því sem verið að skoða, fyrir utan bara allt það sem hérna hólar og hæðir bara inn í miðju landi sem að ekki leyfi til þess að gera kröfu í gegnum þetta. Þannig að þetta allavega, það verið að staldra við og það bara gott í þessu máli, en okkar baráttu engan veginn lokið. Við erum ennþá með lögfræðinga í vinnu vegna þess að við munum þurfa að skila inn gögnum og vonandi verður sér ríkið að sér og þeir hafa fengið gögn frá okkur, meðal annars gögn sem tengjast því sem gert var eftir gos hérna. En við höfum tekið máli fyrir í bæjarráði og ég var búin að óska eftir því við ráðherra að við fengjum upplýsingar og málið niðurstaðan kom 5. apríl sama dag og við vorum í bæjarráði að þessi ósk kæmi til óbyggðanefndar og óbyggðanefndar við orðið við henni. Þannig nú nýr gluggi 2. september, ekki 15. maí, en hann gæti samt breyst að því þetta svo viðamikið verkefni fyrir ríkið til að fara yfir. Þrátt fyrir það að ríkið hafi nú borgað 54 milljónir til lögfræðistofunnar til að græja þetta fyrir svæði 12 á árinu 2023. Það verður nú bara að segjast eins og að þau hljóta geta útvegað sér aðeins betri kort þeir sem vinna þetta. En ánægilegt skref og bara vonandi sér nýr fjármálaráðherra að sér og dregur kröfuna tilbaka. Takk fyrir þetta. Áður en ég opna mælendaskrá hér, þá les ég þessa innbókun. Bæjarstjóri fór yfir stöðum... Nei, þetta vitlaus innbókun. Þann 5. apríl tók þáverandi fjármála- og efnahagsráðherra ákvörðun að taka kröfugerð ríkisins á svæði 12 til ítarlegrar endurskoðunar og óskaði eftir því við óbyggðanefnd að hún fresti málsmeðferð. Þessi ákvörðun tekin í ljósi þess að miklir annmarkar eru á undirbúningi málsins af hálfu ríkisins. Nú orðið laust um málið. Já, ég held ég verið að missa af því þegar... Nei, þetta var bara innbókun og nú orðið laust. Gjörðu svo vel. Já, forseti, góði bæjarfulltrúar, við svo sem erum búin að fjalla ítarlega þessa kröfulýsingu og algjör óþarfi að fara með allan þann pistil aftur, en það ánægjulegt að máli sé komið á ykkurs konar bið og gefa mönnum tækifæri á að endurskoða kröfulýsingarnar og ég held að þetta sé kannski komið nú í þennan farveg eflaust út af því að við, svo sem bæjarstjórnin, kallaði á þáverandi ráðherra, Þórdísi Kolbrúnu Reykjavík Gylfadóttir, til Eyja til að funda með okkur í bæjarráði og almennan íbúafund síðar sama dag, þar sem hún fór vel yfir málin og skýrði sína stöðu. Og okkur varðu þetta ljóst í samtali við hana hvað voru maður að segja, hvurslags í hvaða farveg bara sum mál geta farið og allir sammála hvað þetta verður vitlaust en einhvern veginn enginn og ekki einu sinni ráðherrar með möguleika á því að snúa ofan af vitlausunni nema með einhverjum bara mjög flóknum aðgerðum og þetta eflaust ein af þeim leiðum sem að henni voru færar að fá óbyggðanefnd til að gefa okkur meiri frest
og vonandi á þessu tímabili verður hægt að líka breyta þá kröfugerðinni í það að gefa okkur kost á því að lýsa því, senda okkar gögn til fjármálaráðherra, og þá verður það náttúrulega nýr ráðherra núna, og lýsa yfir þeim, senda þeim þau gögn sem við augum okkar land, þau afsöl og þar með vonandi lætum að sér dreyma að niðurstaðan verði svo að við þurfum ekki að verjast hérna í 1 eða 2 eða 3 ár það að fá að sýna fram á að við eigum allar úteyjar og allt land á Heimaey eins og við höfum alltaf talið okkur og erum í rauninu 100% vissum. Þannig að nú ekkert annað en að treysta á nýjan fjármálaráðherra, Sigurð Inga. Hann komið með keflið og treystu við á hann í nýju hlutverki og hann sagði nú eitthvað, ef ég man rétt svona, þegar hann kom hérna í heimsókn og var þá innviðaráðherra, þá hélt hann að væri nú ekki mikið mál að leysa þetta. En það verður gaman að fylgjast með honum í þessum hlutverki. Takk. Takk fyrir þetta, Eyþór Harðarson. Vilja fleiri taka til máls undir þessum lið? Aftur, Eyþór Harðarson, gjörðu svo vel. Já, forseti, góði bæjarfulltrúar, ég ætla að lesa bókunina, þá sem fylgir þessu sameiginleg bókun hérna frá okkur öllum bæjarfulltrúunum. Bæjarstjórn telur jákvætt að Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir fjármálaráðherra hafi ákveðið að endurskoða kröfuna í land í Vestmannaeyjum enda miklir vankantar á henni. Óbyggðanefnd hefur fallist á endurskoðunina og veitt frest til 2. september 2024 þá og bæjarstjórn skorar á nýjan fjármálaráðherra að afturkalla kröfu ríkisins í heild sinni og undir þetta skrifa allir bæjarfulltrúar. Takk fyrir þetta og þá tökum við fyrir 4. mál á dagskrá sem efnistaka við Landeyjahöfn. Íris Róbertsdóttir, gjörðu svo vel. Forseti, þetta mál sett hér á dagskrá og eftir umfjöllun í bæjarráði 5. apríl þá þetta sett líka hér á dagskrá bæjarstjórnar vegna þess að við vorum sammála það bæjarráðið og ég sem sitt þar sem bæjarstjóri inni að við þurfum að vera mjög vel vakandi gagnvart þessu máli. Við erum búin að skila einu sinni umsögnumálið, við fengum ósk það og það kom skýrsla í janúar 23 það að fyrirtæki Heidelberg Kamlet Protsobugugu rosanafn ætlar að vill fara að vinna sandana og það sem að hræðir okkur tvennt. Í fyrsta lagi þá liggja allir okkar innviðir á svæðinu sem á að fara að krafla. Svo reyndar í því sem kom núna og það verið að biðja okkur aftur að veita, það umhverfismatið, veita umsögnum það, að þá það svona búið að breyta aðeins svæðinu en það samt allt og nálagt rafstrengjunum okkar og við erum náttúrulega ekki að fara að leika okkur í því að einhver sé að grafa nálagt rafstrengnum okkar eða neinum að innviðunum okkar. Við vitum hvað það þýðir þegar þetta ekki í lagi. Og svo þetta auðvitað líka bara mikilvægt svæði fyrir hrygningu fiskistofna og við þurfum að gæta því líka, ekki bara fyrir okkur, heldur alla. Og svo þetta síðast en ekki síst, þá þetta við Landeyjahöfn. Og það alveg ótrúlegt að einhverjum detti til hugar og kaldhæðnin í því að aðilinn sem vill fara í þetta fyrirtæki, það á björgun
eftir smá krókaleiðum sko. Það á Björgun. Björgun hefur ekki getað fundið út straumaði stefnur í þessum sandi og hefur ekki getað dýpkað, en þetta sama fyrirtæki telur sig geta reiknað út öll áhrifin sem þessi vinnsla á sandi muni hafa á höfnina og allt umhverfið þarna í kring. Það væri þá óskandi að það væri þá betur nýtt við inn í fleiri fyrirtæki hjá þeim og við Björgun kannski til þess að reikna út eitthvað með þessa sandflutninga. En við sem erum búin að búa við þessa höfn síðan 2010, eins frábæri hún vitum það að ekki nokkru manni hefur tekist að reikna út eitthvað með hennar sand. Og við erum bara hrædd við það að það sé verið að fara inn í það, að fara að grafa, dæla, taka sand á í kringum höfnina sem getur bara haft einhver áhrif á höfnina sem við þekkjum ekki. Og okkur finnst það bara áhætta sem við ekki getum tekið. Nóg nú samt brasið með þessa höfn. Þannig að við höfum alveg sett okkur alveg upp á móti þessu, bæði í fyrri umsögn og munum gera það líka núna. Og það skilafrestur með þessar umsögn frá Skipulagsstofnun til 16. maí. Og bæjarráð var bara algjörlega einhuga í þessu máli og erum búin að óska eftir fundi með forstjóra Skipulagsstofnunar til þess að fá að fylgja umsögninni eftir. Og þess vegna mikilvægt að bæjarstjórn fjalli líka þetta mál, að því þetta mál varðar bara allt hjá okkur. Og það skiptir öllu máli að það sé ekki verið að fara, grafa og græja og gera í kringum innviðan okkar, höfnin okkar og þessar hrygningarstöður og þennan stað sem þarna fyrir fiskimiðin okkar. Þannig að þetta það sem ég vildi sagt hafa og hvet bæjarfulltrúa til að taka þátt í þessu alvarlega málefni. Og hér fylgir innbókun áður en við gefum orðið laust. Bæjarstjóri fór yfir umræðu bæjarráðs málið þann 5. apríl síðastliðinn. Fyrirtækið Heidelberg Cement Pozzolanic Materials, HPM, hyggur á efnistöku úr sjó við Landeyjahöfn og skilaði Vestmannaeyjabær umsögn við þessa matsáætlun sem HPM skilaði til Skipulagsstofnunar. Skipulagsstofnun hefur sent Vestmannaeyjabæ umsagnar beiðni varðar umhverfismatsskýrslu sem CO2VI vann fyrir hönd HPM. Skilafrestur á umsögn til 16. maí næstkomandi. Í niðurstöðu bæjarráðsfundar málið óskar Vestmannaeyjabær eftir fundi með Skipulagsstofnun til að fylgja umsögninni eftir og búið að senda ósk þess efnis til forstjóra Skipulagsstofnunar. Nú orðið laust þetta mál. Einhver sem vill tjá sig? Fleiri kveða sér ekki hljóðs og umræðulokið. Ég les þá sameiginlega bókun bæjarstjórnar málið. Bæjarstjórn tekur undir áhyggjur og fyrirvara bæjarráðs sem voru svohljóðandi. Bæjarráð ítrekar áhyggjur sínar af þessu verkefni, sérstaklega þar sem að ræða mikilvægt svæði fyrir sveitarfélagið, lýtur að siglingum höfnina, hrygningasvæði fiska og innviðum á hafsbotni. Reynslan af Landeyjahöfn og sandmokstri þar hefur sýnt að þrátt fyrir bestu áætlanir ekki hægt að sjá fyrir hvernig til muni takast við efnistöku, svo tryggt verði að hún hafi ekki áhrif til hins verra á Landeyjahöfn og að ekki verði tjón á mikilvægum innviðum Eyjamanna. Vestmannaeyjabær mun senda umsögn málið í skipulagsgátt Skipulagsstofnunar. Jafnframt mun Vestmannaeyjabær óska eftir því að fylgja umsögninni eftir með fundi. Og þá tökum við fyrir 5. mál á dagskrá sem framtíðar uppbygging í Vestmannaeyjum. Jóna Sigríður Guðmundsdóttir, gjörðu svo vel. Forseti. Ekki hefur farið fram hjá neinum svo mikla uppbygging sem hefur verið í Vestmannaeyjum undanfarin ár. Í dag eru 16 einbýlishúsalóðir lausar en engar lóðir fyrir fjölbýlishús, atvinnuhúsnæði né fyrir frístundahús. Eftirspurn fyrir fjölbreyttar lóðir mikil og mikilvægt fyrir sveitarfélag að eiga þær lausar til úthlutunar. Unnið að deiliskipulagsbreytingu Miðgerði en það áætlað að verði 5 til 6 einbýlishúsalóðir, 3 tvíbýlishúsalóðir og 1 raðhúsalóð. Það ætti að vera hægt að úthluta lóðum á þessu svæði í lok ágúst til september. Löngulág einnig í deiliskipulagsvinnu en töluvert meiri vinna liggur þar að baki þar sem heilt hverfi að ræða með fjölbreyttum lóðum. Áætlað að íbúðir þar verði 90 til 98.
Mögulega ætti að vera hægt að byrja úthlutun á svæðinu næstu áramót, en líklega mun vinnslutillaga koma inn á fund ráðsins í lok mánaðarins. AT2 svæði á hrauninu í aðalskipulagsbreytingu en þar gerð breyting á landnotkunarreiti og flokkast nú sem iðnaðarsvæði úr því að vera athafnasvæði. Samhliða breyting á aðalskipulagi unnið að deiluskipulagi en það mun taka lengri tíma og vonandi hægt að auglýsa lóðir þar til úthlutunar í byrjun næsta árs. Úthlutun á athafnasvæði Flugvöll var áfangaskipt en 11 lóðir voru í fyrsta áfanga, eftirspurn framar vonum og verður fljótlega farið í að auglýsa seinni áfangasvæðisins. En 7 lóðir eru á því svæði en þær lóðir eru stærri. Tafir hafa verið á vegaframkvæmdum þar sem unnið að því að fara í verðfyrirspurn eða bjóða framkvæmdina út. Í gildandi aðalskipulagi tekið fram í skipulagsákvæðum fyrir 3 svæði að þau verði til nota eftir skipulagstímabili sem íbúðarsvæði, sem eftir árið 2035. Að ræða svæði sem liggur á milli Dverghamars og Ofanleitisvegar sem ca. 4,5 hektarar, svæði sunnan við Hrauntún sem ca. 5,5 hektari og sunnan við Austurgerði sem rúmlega 1 hektari. Samtals gert ráð fyrir á þessum svæðum 130 lóðum fyrir einbýli, tvíbýli, par og raðhús. Gera þarf breytingu á þessu skipulagsákvæði að tilgreind svæði verði til nota á núverandi skipulagstímabili ekki að því loknu. Þá helst vegna þess hve fáar lóðir sveitarfélagið hefur til úthlutunar. Mikilvægt að fara í þá vinnu hið fyrsta, því ferlið tímafrekt. Við þurfum að fara vel yfir það landsvæði sem sveitarfélagið hefur og hvernig best að nýta það. Við þurfum að skoða alla möguleika sem í boði til að fjölga lóðum. Við verðum að horfa til framtíðar, ekki bara til næstu 2-3 ára. Forseti, ég ætla að fá að bera upp tillögu fyrir hönd E&H-lista. Tillögur 2. Fyrri tillagan hljóðar svo. Í skipulagsákvæðum gildandi aðalskipulags eru tilgreind 3 svæði sem ætluð eru til íbúðabygginga eftir árið 2035. Lagt til að þessum áformum verið flýtt þannig að uppbygging þessara svæða geti hafist innan næstu 3 ára til að fjölga byggingalóðum fyrr en áætlað var. Seinni tillagan hljóðar svo. Í gildandi aðalskipulagi svæði Nýjahraun þróunarsvæði. Þar kemur meðal annars fram. Miðsvæði þar sem áformað að byggja aftur upp á svæði sem fór undir hraun í gosinu 1973. Svæðið merkt sem þróunarsvæði og verður unnið að því á skipulagstímabilinu að móta uppbyggingaráform frekar. Möguleikar til landmótunar eru opnir en í þeim getur falist að landi verið stallað á einhvern hátt og að eitthvað af efni yrði nýtt til efnistöku. Í ljósi þess hversu takmarkað landsvæði sveitarfélagsins þá lagt til að kanna hug íbúa hvort hefja skuli vinnu við að byggja upp þróunarsvæði M2 sem fór undir hraun í gosinu árið 1973 eða ekki. Íbúakosning verði framkvæmt samkvæmt reglugerð 922/2023 og 60. grein samþykkta Vestmannaeyjabæjar áður en lagt af stað í skipulagsvinnuna en ekki á miðri leið eða að henni lokinni. Stefnt að því að íbúakosningin fari fram samhliða næstu alþingiskosningum. Takk fyrir. Takk fyrir þetta. Stutt innbókun áður en ekki vorði laust. Formaður umhverfis- og skipulagsráðs fór yfir undirbúning og vinnu við aðalskipulag til framtíðar. Nú orðið laust málið sjálft og tillögurnar. Eyþór Harðarson, gjörðu svo. Forseti, góðir bæjarfulltrúar. Hér er á dagskrá liður sem heitir framtíðaruppbygging og lóðaframboð í Vestmannaeyjum. Og ágætis yfirferð á því sem að svona fyrirpartinn allavega hjá bæjarfulltrúa Jónu Sigríðu
Sigríði Guðmundsdóttur. En svo í framhaldinu fylgir einhverja 2 tillögur sem að ég verð bara að segja alveg eins og að ég náði nú bara ekki alveg að meðtaka þær, þannig að sennilega verðum við nú að fá þær. Við höfum aldrei heyrt talað þær hérna við bæjarfulltrúanir og reiknum með því að það sé hægt að þá að bara fá þetta á blaði svo að við náum að skilja þetta og fáum svo væntanlega fundarhlé á eftir. En ég veit nú ekki alveg hvað áhyggjur eru í gangi sko. Það er 2024, það er til aðalskipulag sem gildir til 2035. Við það var verið að telja hérna upp að það er búið að skipuleggja hérna íbúðasvæði við Löngulág, 90-98 íbúðir. Í Miðgerði man ekki 10 íbúðir allavega, 10 einbýlishús eða 5, já, en ok, töluvert af lóðum þar. Og það er jákvætt að það sé mikill áhugi á lóðum í Vestmannaeyjum, en hingað til hafa nú svona tillögur komið frá umhverfis- og skipulagsráði svona þar sem að ykkur greining hefur farið fram og svona. Þannig að þessi tillaga sem slík hérna inn á bæjarstjórnarfund, þar sem að við höfum ekki fengið eina einustu kynningu á málinu, öðru sem bara á þessum mínútum sem að tillagan kemur fram, bara stórfurðulegt í mínum huga og ég veit ekki alveg, það er eitthvað verið að spila, það er eitthvað verið að reyna að búa til eitthvað leikrit sem að ég átta mikið á og ég held til þess að reyna átt okkur á leikritinu þá þurfum við bara fundarhlé í minnihlutanum. Takk fyrir. Orðið er laust áfram. Það verður orðið við óskinu fundarhlé. Íris Róbertsdóttir, gjörðu svo vel. Forseti, við langaði bara þá fyrir fundarhlé að benda á samþykkta húsnæðisáætlun Vestmannaeyjabæjar og það er áætluð íbúðaþörf næstu 5 árin eru 177 íbúðir og fjöldi íbúða á skipulögðum lóðum á þessu tímabili. Við náum því, svona með malavellinum á því, en svo er talað að íbúðaþörf næstu 10 árin sé 330, við náum því ekki, það vantar 150 íbúðir. Þannig við þurfum að fara að huga þessu. Þetta plagg liggur fyrir, við erum búin að samþykkja það og okkur ber að fara að vinna eftir því. Þannig að þar kemur það sem að bæjarfulltrúinn kallaði eftir, að hann vissi nú ekki til þess, en við erum sjálf búin að samþykkja að þetta sé þörfin og þetta er í húsnæðisáætlunum sem við lögum hér fram. Og þá tökum við fundarhlé samkvæmt fram kominu ósk 15 mínútur. Já, 10, vonandi styttra. 12. Já, það dugar. 12 mínútna fundarhlé. Það segir 15, það segir þú ætti 12.
Þá fundi framhaldið 5. dagskrármálið og orðið laust málið sjálft og þær 2 tillögur sem bornar hafa verið fram. Orðið laust. Eyþór Haraldsson, gjörðu svo. Já, forseti, góði bæjarfulltrúar. Það þetta óvænta mál sem að hét framtíðar uppbygging og lóðaframboð í Vestmannaeyjum kemur fram með óvæntum 2 tillögum sem var lúrað á svona þangað til fundurinn fór af stað og að þessum lið kom. Það verður að segjast alveg eins og að þegar ég hlustaði á þetta þá var ég nú bara hissa að vera að stinga upp á svona viðamiklum ákvörðunum án þess að ræða það áður og þá aðallega í fagráðinu sérstaklega. Við erum að klára umræður ársreikninga þar sem að við höfum talað að við þurfum að forgangsraða rétt og að vera að telja það að nú sé mikilvægast að fara að leggja það til að fara að moka gamla hraunið, nýja hraunið eitthvað neðan úr miðbænum eða að byggja eða skipuleggja íbúabyggð suður í hrauni þegar að við höfum sennilega 100 til 120 íbúðalóðir nú þegar í skipulagi og það akkúrat ekkert sem að ýtir á það þó að húsnæðisáætlun og einhverjar spár séu það að hvernig við sjáum framtíðina þá akkúrat ekkert sem að segir að forgangsröðunni þurfi að vera þannig í okkar rekstri í bæjarfélaginu að við séum að fara að vinna í þessum málum. Ég myndi nú fagna því bara ef að við myndum ná að byggja hægt og sígandi í þessa lóðir sem að við í svæðin og hverfin sem við erum búin að skipuleggja og verð bara, þá maður að segja, lýsa bara yfir undrunni yfir þessu útspili meirihlutans í skipulagsmálum. Takk fyrir. Takk fyrir þetta. Hildur Sólveig Sigurðardóttir, gjörðu svo vel. Já, forseti, bæjarfulltrúar og gestir. Já, þetta meira en lítið áhugavert mál og sérstaklega kannski í því ljósi ég einmitt spurði þegar ég sá að þetta mál var á dagskrá og spurði oddvita minn hvað væri og lægi baki þessu máli af því að það væri engin fylgiskjöl eða neitt slíkt sem maður væri hægt að kynna sér og sá ég svo í dag þegar að var búið að lagfæra hlekk sem að fylgdi málinu að þar var bara vísað inn á aðalskipulag og ég hélt þá bara að þetta yrði hér einhvers konar kynning á aðalskipulagi eða því sem að við höfum verið að ræða hér varðandi til dæmis framtíðarskipulag á Malavellinum sem náttúrulega gríðarlega spennandi verkefni. En ekki það að hér ætti á fundi bæjarstjórnar að fara að leggja fram afmarkaða tillögu mál sem að í rauninni mér hefði eðlilega þótt gagnvart bara svona eðlilegri og vandaðri stjórnsýslu að fólk gæti fengið að kynna sér þannig að í rauninni vissi bara til dæmis hvaða mál væri að ræða. Ég get ekki ímyndað mér að bæjarstjóri eða formaður bæjarráðs ætlist til þess að bæjarfulltrúar séu með allt þetta lagt á minnið hér nú þá og þegar og það væri, teldi ég, mjög óábyrgt af mér sem bæjarfulltrúa að ætla bara að fara að segja hér í pontu já og amen án þess að hafa fengið haldbær og góða kynningu á því hvaða svæði verið að ræða. Og það þykir mér
persónulega ámælisvert. Já, varðandi hérna og líkt og bæjarfulltrúi Eyþór Harðarson kom vel inn á að þá þetta, fyndist mér eðlilega mál sem á heima inn í fagráði varðandi skipulagsmál og ég myndi persónulega ef ég væri ráðsmaður skipulagsmál þá myndi þetta koma töluvert flatt upp á mig að hér ætlaði bæjarstjórn að fara og hrifsa mér völdin. En hvað það sem mér finnst, það náttúrulega gildir einu. En svo það að verða að fjalla hérna hraunið og grafa upp nýrhraunum. Bara tillaga sem hefur verið svona og hugmynd sem hefur verið gjarnan rædd og reifuð og ég sé persónulega ekkert því til fyrirstöðu að skoða og kanna hug bæjarbúa með það og líst bara mjög í rauninni vel á það. En ég segi aftur að þetta kemur flatt upp á mig. Mér finnst persónulega mjög vont að ætla að taka slíka ákvörðun í rauninni bara án þess að hafa haft ráðrúm til að hugsa hana. Og mér finnst það mjög skrítið að til þess sé ætlast af bæjarfulltrúum. En með leyfi forseta þá ætla ég að fá að lesa hér upp bókun tillögu sem svohljóðandi og undir hana tillöguna skrifa allir fulltrúar Sjálfstæðisflokksins og hún svohljóðandi. Í ljósi þess að þær tillögur sem hér eru bornar fram hafa aldrei áður komið fyrir augu bæjarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins og hafa ekki fengið umfjöllun í viðeigandi fagráði óskum við eftir því að bæjarfulltrúar fái nánari kynningu á umræddum tillögum en að þeirri kynningu lokinni leggjumst við ekki gegn því að síðari tillagan fari í íbúakosningu. Leggjum við því til að málinu verði frestað til næsta fundar bæjarstjórnar. Tillögu lýkur. Ég hef lokið málinu mínu, ég þakka góða áheyrn. Takk fyrir þetta. Vilja fleiri taka til málið, Njáll Ragnarsson, gjörðu svo vel. Forseti, ég vil fyrir það fyrsta að segja að ég held að það sé rétt sem kom fram í máli bæði bæjarstjóra og í máli formanns umhverfis- og skipulagsráðs, Jónu Sigríðar Guðmundsdóttur, hér áðan, að íbúðaþörf í Vestmannaeyjum, hún ekkert að minnka. Við þurfum að vera opin fyrir því að skoða hvaða svæði við getum notað til uppbyggingar á bænum okkar. Skoðað hvaða svæði við nýtum og það kom fram í máli Jónu Sigríðar Guðmundsdóttur hér áðan að við værum í skipulagsvinnu í Löngulá, þar sem hugmyndin að byggja upp mikið hverfi og það hefur náttúrulega verið kynnt hér í bæjarstjórn og allir bæjarfulltrúar meðvitaðir Síðan eru önnur svæði náttúrulega og í kosningunum síðast fyrir 2 árum tæpum, að þá var mikil umræða hjá, geri ég ráð fyrir öllum frambúðunum sem buðu fram einmitt nýja hraunið og möguleikan á því að taka þar einhverja sneið í burtu til þess að byggja upp ný svæði. Auðvitað þetta eins og öll skipulagsmál alltaf mjög svona viðkvæmt. Þetta viðkvæmur málaflokkur. Við erum að skoða umhverfið okkar og við erum að ganga á náttúruna í þeim skilningi. En aftur á móti þá held ég að við þurfum að vera opin fyrir því að hugsa allar lausnir. Hvar við ætlum að koma íbúðum fyrir. Og ég vil benda á það og segja það hér að það ekkert í þessu sem við erum að ýta á eða erum að leggja til að verði farið í við fyrsta henduleika eða fyrsta tækifæri. Það sem við erum einfaldlega að nefna að kanna möguleikan á þessu og að kalla eftir áliti bæjarbúa það einmitt hraunið
hvort að bæjarbúar sjáu fyrir sér að hraunið að það sé möguleiki á að nýta svæðið sem að er undir hrauni, sem er náttúrulega töluvert. Og í mínum hópi og okkar bæjarfulltrúar Helga Jóna Harðardóttir, þá eru mjög skipta skoðanir þetta eins og ég gerir ráð fyrir að séu allstaðar. Þar fer fólk allt frá því að vilja ekki koma við neitt, ekki snerta á hrauninu, í aðra sem að halda því fram og segja að hreinsunarstarf eftir hraun sé ekki lokið. Það eigi ennþá eftir að hreinsa upp hluta af hrauninu sem fór hér yfir bæinn 73. Og þannig að mér finnst eðlilegt þegar að við erum með svona viðkvæm mál og umdeild að mörgu leyti að við köllum þá eftir áliti hjá íbúum til þess að fá úr því skorið og svona kannahug, en aftur á móti síðan er það náttúrulega alltaf bæjarstjórnar að taka endanlegar ákvarðanir og hvort að málin haldi áfram eða ekki, en allavega held ég að það sé mjög mikilvægt að í svona máli, einmitt í svona máli, þar sem að við erum með svæði og þetta er akkurat mál sem að ég tel henta vel í slíka kosningu. Og svo ætla ég líka að það er ekki langt síðan að ég rifjaði það upp að fyrir kosningar árið 2022 í minni mig febrúar eða mars, að þá var þetta einmitt til umræðu í umhverfis- og skipulagsráði. Það er að segja sneiðin hérna niður nyrst í hrauninu og næst bænum. Og þar var verið að ræða hvort það væri hægt að nýta það svæði undir íbúabyggð og kom einmitt tillaga þá einmitt íbúakosningu frá fulltrúum D-lista sem voru í ráðinu þá, og meiri hluti ráðsins tók síðan undir það og samþykkti þá tillögu, og síðan komu kosningar og ný bæjarstjórn. Þar af leiðandi bindur fyrri bæjarstjórn bindur ekki hendur þeirra nýrrar bæjarstjórnar, og þar af leiðandi er þetta komið hér upp. Þannig að ég svona rifjandi upp þetta mál, að þá svona býst ég nú við því að það verði tekið jákvætt í það einmitt að fara í þessa vegferð. Þetta er tímafrekt, þetta tekur tíma að undirbúa allt slíkt, og það er því lagt til að sú vinna verði hafin, og ég vænti þess að það sé tekið jákvætt í það. Takk fyrir þetta. Orðið er ennþá laust málið. Jóna Sigríður Guðmundsdóttir, gjörðu svo vel. Forseti, ég ætla aðeins að talandi það að fagráður sé ekki búið að fara yfir þetta. Þá er haustið 2022 var tekin ákvörðun í bæjarstjórn að fara í endurskoðun á aðalskipulaginu og tillögu vísað inn í umhverfis- og skipulagsráð, og þar var með sérstaka áherslu á Löngulá, Malavöll. Og þar var einmitt til umræðu líka þetta skipulagsákvæði þessi svæði. Þannig að við erum ekki í fyrsta skipti að tala þetta hér eða í ráðinu, þannig að ég vildi nú bara koma því að. Þetta er ekkert sem er verið að finna upp akkurat núna. Eitthvað var það nú sem ég ætlaði að já, og einmitt það að þó svo við sjáum að næstu 2, 3, 5 árum hvað við verðum með af lóðum, þá þurfum við bara að horfa til miklu lengri tíma. Það er bara skylda sem okkur ber að gera, og þess vegna bara mjög mikilvægt og gott að þessi tillaga seinni fari í íbúakosningu og allir séu sammála það. Takk fyrir þetta. Vilja fleiri taka til máls þetta mál? Helga Jóhanna Harðardóttir, gjörðu svo vel.
Forseti. Já, þetta stórt og veigamikið mál. Það alveg á hreinu og alveg vert að ræða og mjög spennandi og það að við séum farin að ræða þetta náttúrulega bara jákvætt fyrir sveitarfélagið því við erum ört vaxandi og viljum að sjálfsögðu vera viðbúin því að hér vilji fleiri koma og búa hérna. Ég ætla að fá að lesa smábókun sem meirihlutinn skrifar undir. Ekki lengra síðan en svo að þann 22. febrúar síðastliðinn barst tillaga íbúakosningu frá fulltrúum Sjálfstæðisflokksins án þess að hún hafi verið sérstaklega rædd innan bæjarstjórnar fyrir fundinn. Þessu til viðbótar lögðu fulltrúar Sjálfstæðisflokksins í umhverfis- og skipulagsráði þann 28. febrúar 2022 til að hugmynd að nýta svæðið undir hrauninu yrði vísað í íbúakosningu. Þessi fulltrúar D-listans í ráðinu á sínum tíma eru báðir bæjarfulltrúar í dag. Því töldu undirrituð að auðsótt væri að fá tillöguna samþykkta. Takk fyrir þetta og orðið ennþá laust. Eyþór Harðarson, gjörðu svo vel. Já, forseti og bæjarfulltrúar. Það ég voru að segja tími pólitískra klækja runnin upp í bæjarstjórn Vestmannaeyja þar sem að menn byrja á leikfléttum og það eitthvað svoleiðis í uppsiglingu núna. Ég skil þetta ekki og þetta kemur mér óskaplega óvart. Eins og ég nefndi áðan þá hefur ekki nokkur maður lýst yfir áhyggjum yfir því að það sé bara ekki til lóðir til að skipuleggja í framtíðinni og horfandi á allt sem við höfum samþykkt varðandi Löngulá að það hefði komið til fólk sem hefur miklar áhyggjur af því að sé ekki nógu lóðum inn í framtíðina. Þó að sé auðvitað búið að vera byggt mikið þá höfum við svarað því með því að skipuleggja nýtt svæði í Löngulá og það í mínum huga svona til næstu ára. Jú, það alltaf gott að horfa til lengri tíma en ég átta mig líka á því að sumir eiga bara mjög erfitt með að einbeita sér að núinu og hugsa mikið í framtíðinni. Það ekkert mikill kostur. Njáll kom hérna upp, Njáll, bæjarfulltrúi Njáll Ragnarsson kom hér upp og ég var mikið sammála honum þegar hann talaði það að við ættum að vera tilbúin að hugsa allar lausnir og það þetta væri viðkvæm mál og við ættum að vanda okkur í þessar umræðu og þá það algjörlega þvert á það að koma með svona tillögu inn á borð og gefa okkur ekki séns á því að hugsa það og ætla að afgreiða svona tillögur án þess að svona eins og maður segir okkur á óvörum. Það skil ég ekki og mér finnst mjög merkilegt að þetta mál sé ekki búið að fara af stað inn í fagráðinu þar sem við höfum getað kynnt okkur það betur og ég veit ekki hvort að það verið að vitna hérna í einhverja fundi í umhverfis- og skipulagsráði 22 eða ekki? Ég skal bara sýna þetta til og var ég þar? Já, Okay. Já, ok, ég nefnilega ekki límeili, ég man ekki nú alveg öll ára aftur í tíman allt sem ég skrifaði eða lesið, en mín skoðun allavega svo að í ljósi þess að ég svona raða oft mínum svona ákvörðunum og hugsunum eftir því í forgangsröðum og í umræðinu það að grafa Hraunnesram 1973 núna og eyða fjármagn í það að búa til lóðir í miðbænum fyrir það bara, við höfum aðrar lóðir í bæjarfélaginu til að byggja hús á og hef verið með þá skoðun að það sé bara ekkert tímabært að hugsa það að moka okkur inn í hraunið og eyða fjármagn í það. En enn og aftur,
Ég óska bara meiri hlutanum til hamingju með það að hafa verið að úthugsa mikla pólitíska klækju og vonandi gengur þið vel í því bara. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Eyþór Harðarson, vilja fleiri já, Íris Róbertsdóttir Björnsson. Forseti, ég held nú að oddviti sjálfstæðismanna sé aðeins að fara fram úr sér varðandi pólitíska klæki. Eigum við ekki bara að klára málið áður úr ferð að koma með svona yfirlýsingar og svo langar mig... Við vorum með tillögu. Nú ætla ég að fá að tala. Við vorum með 2 tillögur og þær kannski hafa eitthvað skólast til að því hvergi kom fram í tillögun að það ætti að fara eða peningum í að móka út hraunið. Það kom fram að það ætti að spyrja íbúa hvort að það ætti að taka það sem hluta af framtíðarskipulagi. Og þá er það eitthvað sem inn í framtíðina. Það getur vel verið að íbúar í Vestmannaeyjum vilji bara ekkert láta móka út hraunið. En það var nú reynd að tala þetta er þróunarsvæði í aðalskipulagi og önnur tillagan er það hvort að íbúar vilji það og ef að íbúar myndu vilja það að þá er það eitthvað sem væri kannski 10 ár fram í tíman í endurskoðun á næsta aðalskipulagi. Það er ekki verið að fara að móka morgun, það er engin tillaga það og svo getur vel verið að íbúar í Vestmannaeyjum vilja það ekki. Þannig við skulum alveg róa okkur í því að fara að tala hvað það kostar hrikalega mikið. Við erum ekki komið þangað. Annað þá finnst mér svona, það virðist ekki vera sama eiginlega hver leggur fram og kemur með. Það er nú eðli bæjarstjórnar að fara með vald í sveitarfélagi. Bæjarstjórn getur falið ráðum að taka upp aðalskipulag eins og gert var hér og kom fram í máli Jónu Sigríðar Guðmundsdóttur formanns umhverfis- og skipulagsráðs. Bæjarstjórn getur ákveðið ýmislegt. Við höfum tekið ákvarðanir hér og beint þeim inn í fagráðin. Það er eðlilegur farvegur í stjórnsýslu. Þegar verið að taka ákvarðanir að setja og óska eftir því að ráðin fjalli þær, svo geta þær komið aftur til okkar í einhvers konar formi. Það er ekkert óeðlilegt við það form og við höfum notað það margoft hér í þessari bæjarstjórn. En ég held að oddviti sjálfstæðismanna eigi bara bíða spenntur eftir því að forseti láti kjósa tillöguna þeirra. Takk fyrir þetta. Fleiri sem vilja kveða sér hljóðs í þessu máli. Ef ekki, þá er fyrirgefið hvað, er það að biðja orðið? Ég ekki biðja orðið. Nei. Ef fleiri hafa ekki kvað sér hljóðs, þá er umræður loki, gæti ég fengið að sjá tillöguna sem var borin hér fram áðan. Já, er hún til? Ertu með hana? Þá, eðli málsins samkvæmt, þá berum við fyrst upp þessa frestunartillögu áður heldur en tillögurnar hinnar koma til afgreiðslu og tillagan er svohljóðandi. Í ljósi þess að þær tillögur sem hér eru bornar fram hafa aldrei áður komið fyrir augu bæjarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins og hafa ekki fengið umfjöllun í viðeigandi fagráði, óskum við eftir því að bæjarfulltrúar fái nánari kynningu á umræddum tillögum en að þeirri kynningu lokinni leggjumst við ekki gegn því að síðari tillagan fari í íbúakosningu, leggjum við því til að málinu verði frestað til næsta fundar bæjarstjórnar. Þeir sem eru sammála þessari tillögu gjöru svo vel að gefa merki. Tillagan, atkvæðaskýring, en tillagan er samþykkt með 9 samhljóða atkvæðum. Meirihlutinn mun verða við ósk minnihlutans til þess að þeir geti kynnt sér málin betur þó svo að þau hafi nú verið til umræðu áður. Atkvæðaskýring, Eyþór Harðarson, gjörðu svo vel. Já, forseti, góði bæjarfulltrúar, ég bara fagna niðurstöðu á atkvæðagreiðslunni með okkar tillögu og ég held við síðum öll sammála það að við tökum þetta, förum vandlega í gegnum þetta og afgreiðum þetta á næsta bæjarstjórnarfundi. Takk fyrir. Takk fyrir þetta. Atkvæðaskýring, Njáll Ragnarsson, gjörðu svo vel.
Forseti, það ekkert óeðlilegt við það að vísa málum í ráð, vísa málum fram og tilbaka og ræða þau fram og tilbaka áður en stórar ákvarðanir eru teknar. Og það akkúrat það sem við gerum hér og ekkert nema gott það að segja. Það sem að segja já við þessari tillögu frá minnihlutanum. Takk fyrir þetta. Vilja fleiri skýra sín sjónarmið í þessari atkvæðagreiðslu? Svo ekki. Og þá tökum við fyrir 7. mál á dagskrá. Það umhverfis- og skipulagsráð Vestmannaeyja, fundur númer 399, þar sem liðir 1-7 liggja fyrir til upplýsingar. Tekið fyrir 7. dagskrármálið sem bæjarráð Vestmannaeyja, fundur númer 3213, liður 5 sem listaverk í tilefni 50 ára gosloka, var vísað til afgreiðslu í bæjarstjórn. Orðið laust. Eyþór Harðarson, gjörðu svo vel. Já, forseti, góði bæjarfulltrúar. Skipulagsmál hafa verið fyrirferðarmikil í stjórnsýslu sveitarfélaga til langs tíma. Það eru vonbrigði fyrir okkur í minnihlutanum þegar sjónarmiðin sem hafa gilt skipulagsmál í sveitarfélaginu eiga ekki að gilda í þessu máli. Ég verð að viðurkenna mikla meðvirkni sem ég féll í sumarið 2022 þegar hugmyndin að listaverkinu kom fyrst fram í bæjarráði í tilefni 50 ára gosloka afmælis sem átti að halda upp á ári síðar. Forsætisráðherra þáverandi ásamt góðu fólki tengt eyjum hafði komið heimsfrægum listamanni í kynni við eldfellið og hugmynd kveiknaði að listaverki sem myndi verða vígt á áðurnefndu gosloka afmæli. Þá var lýst fyrir mér hugmynd að þessu verki. Útbúið yrði svæði í hrauninu þar sem að frá ákveðnu sjónarhorni yrði göngustígur í eldfelli hluti af listaverkinu. Þegar ég spurði hvernig þetta listaverk myndi líta út, þá var svarið að listaverk séu almennt bara frumsýnd einu sinni og bæjarfulltrúar í Vestmannaeyjum kæmu ekki að hönnun listaverksins. Þar sem ég ekki þekktur fyrir að vera gleðispillir, þá tók ég þann pólinn í hæðina að vera ekki á móti þessu verkefni og samþykkti eins og allir bæjarfulltrúar að Vestmannaeyja bær legði til 50 milljónir í þetta listaverk sem til stóð að kostaði 120 milljónir. Og ríki kæmi þá með mismunin. Þegar nær dró hátíðardagskrá í kringum gosloka afmælið þá var ljóst að listaverkið yrði ekki tilbúið eins og til stóð á réttum tíma. Og í raun vildi maður ekkert vera að forvitnast of mikið þar sem að listaverk eru bara frumsýnd einu sinni. Þegar við áttum okkur á því nú fyrir stuttu að engar upplýsingar lágu fyrir tímasetningu og stígandi áhyggjur af þeirri ásýnd sem listaverkið myndi hafa á eldfellið. Þá fannst okkur bæjarfulltrúum Sjálfstæðisflokksins undir forystu Margrétar Rósar Ingólfsdóttur tímabært að staldra við og fá nánari skýringar á þeim hluta listaverksins sem göngustígar í eldfelli áttu að tilheyra. Þar sem rödd götunnar var farin að verða áhyggjufull vegna þessa máls, þótti okkur eðlilegt að koma málinu í íbúakosningu að kynningu lokinni. Eftir að tillögu okkar var vísað í bæjarráð, svo máli fengi frekari meðferð, þá kom lítið nýtt fram þar annað en að engar upplýsingar væru fáanlegar ásýnd eða gerð göngustíga í eldfelli af hálfu listamannsins og íbúakosning jafngilti stöðvun á verkefninu. Við fulltrúar Sjálfstæðisflokksins höfum ekki haft áhuga á því að tala fyrir því að stöðva framkvæmd þessa verkefnis að svo stöddu. Einungis viljum við fá að sjá hve umfangsmikið inngrip í náttúru eldfells og leyfa bæjarbúum að ákveða framhaldið. Og við erum hér með bókun. Við hérna 4 fulltrúar Sjálfstæðisflokksins. Við hörmum það að ekki hefur verið fallist á að vinna og kynna bæði okkur og íbúum frekari gögn málsins. Ennfremur hörmum við það ábyrgðarleysi meirihlutans að vera tilbúin til þess að samþykkja svo viðamikið mál án betri kynningar.
Bæjarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins gera þá kröfu að bæjarstjórn greiði atkvæði á þessum fundi tillögu okkar sem lögð var fram á síðasta bæjarstjórnarfundi að umrætt listaverk verði kynnt betur og verði svo sett í íbúakosningu. Og undir þetta skrifa allir fulltrúar Sjálfstæðisflokksins. Takk. Takk fyrir þetta, Eyþór. Vilja fleiri taka til máls? Njáll Ragnarsson, gjörðu svo vel. Hátt æru virðandi forseti. Ég vil byrja á því að segja að þetta mál, eins og við þekkjum hér, var tekið fyrir í bæjarstjórn í febrúar og vísa þar inn í, eins og eðlilegt vísa því inn til frekari meðferðar í bæjarráði, þar sem að við lægðumst yfir þau gögn sem við höfum í málinu og þau atriði sem þar komið fram í þessari tillögu og kölluðum eftir því að forseti bæjarstjórnar, sem að hefur verið tengilegur bæjarins bæði við þau ráðuneyti sem að við höfum verið í samskiptum við og ekki síst stúdíóið og þessa aðila, okkar viðsemjendur og okkar með aðila í þessu máli, að hann myndi svona skýra út svona hvernig þetta horfir við honum og hvernig þetta horfir við hans viðmælendum og hann skilaði sér minnisblaði inn í bæjarráð og nú hefur það verið lagt fram hér í bæjarstjórn sömuleiðis. Og ég ætla ekki að eyða tíma mínu hér í að fara yfir störf þessa listamanns, en ég segi bara að það fullkomlega ástæðulaust held ég að efast hans eða hans frama eða hans færni til þess að búa til stórkostleg listaverk og ég held að þegar að tækifæri gefst til þess að fá slíkt verk hérna til Vestmannaeyja þá eigum við að minnsta kosti að skoða það með opnum huga og taka því fagnandi að menn af slíku kaliberi vilji koma hingað og koma hér upp verkum sínum í tilefni 50 ára gosafmælis. Og ég veit það að þetta verk, komið það til framkvæmda, þá verður það eitt af aðdráttarafli í Vestmannaeyja og eins og hefur verið víðast þar sem hann hefur komið og starfað. En eins og ég segi, þessari tillögu sem hafa vísað til bæjarráðs á fundi bæjarstjórnar í febrúar kemur nú aftur inn hingað til bæjarstjórnar og fyrir það fyrsta þá held ég að það séu allir hér sammála það að það miður hversu þetta verk hefur tafist. Það náttúrulega átti að koma upp á gosafmælinu 23 en síðan hafa orðið tafir og það miður. En það eru aftur á móti ákveðnar staðhæfingar í tillögu sem var borin upp í bæjarstjórn og bæjarráð hefur síðan fengið til umfjöllunar sem að mér finnst vert að svara og í fyrsta lagi að þá vil ég segja að það staðhæfingin að í þessu verki felist það sem kallað með leyfi forseta yfirvofandi óafturkræft inngrip í dýrmæta náttúru Vestmannaeyja. Og þetta eru stór orð í tillögunni og eins og málið horfir við mér að þá snýst þetta það að vera með þennan göngustíg í Eldfellinu. Að það sé þá þetta óafturkræfa inngrip í náttúru Vestmannaeyja, dýrmæta náttúru Vestmannaeyja. Og það hefur verið rætt þetta mjög mikið á undanförnum árum og við vitum sem hér erum að það hefur oft verið talað að Eldfellið, að ágangur ferðamanna í Eldfellið orðið vandamál. Það verið að traðka það niður út allt og erfitt að eiga einhvern veginn við það. Og því sé þörf á því að bæta göngustíga í Eldfellinu. Og ég einhvern veginn lít á þetta mál þannig að þarna sé kjöri tækifæri einmitt til þess að gera það. Að skilgreina þessa göngustíga, gera þá betri að sjálfsögðu þannig að þeir falli inn í umhverfið. En við eigum ekki að vera að mínu viti hrædd við að taka á því og byggja Eldfellið upp sem ferðamannastað. Vegna þess að ferðamenn þvælast þangað, en við getum þó allan að beint þeim þar sem við viljum að þeir gangi
og við eigum ekki að vera hrædd við aðgengi ferðamanna að fjallinu. Við eigum að líta á þetta sem tækifæri til þess að fara í stórkostlega uppbyggingu á ferðamannastaðnum Eldfell. Í öðru lagi þá fullyrt að fyrirsjáanlega sé vaxandi framkvæmdakostnaður við verkið og ég verð að segja fyrir mitt leyti að ég kannast ekki við þetta. Við samþykktum í bæjarstjórn fyrir 18 mánuðum upphæð í verkið og þetta vissulega há upphæð sem var samþykkt samhljóða fyrir 18 mánuðum en hún hefur ekkert breyst. Upphæðin ennþá sú sama og við getum síðan deilt það og karpað það og verið með alls konar skoðanir á því hvort þetta sé of hátt eða hvað en það ekki þessi vaxandi framkvæmdakostnaður sem allavega kemur hann ekki niður á Vestmannaeyjabæ. Og svo talað að þetta sé umfangsmikil framkvæmd og ég held að það geti alveg verið rétt. Á fundi umhverfis- og skipulagsráðs í febrúar 23 að þá var þetta mál til umræðu og þar kemur mjög vel fram hvernig verkið lítur út, hvar það verður og hvernig stígarnir verða og hvar verkið hugsað og bílastæðið og svo framvegis. Þannig að þetta vissulega umfangsmikil framkvæmd en við eigum ekki að óttast það í sjálfu sér. Vegna þess að við vitum hvernig á hvaða svæðum þetta og úr því að það var talað að við pöntuðum ekki listaverk og við hönnuðum ekki listaverk fyrir listamenn, það bara akkurat nákvæmlega þannig. En við vitum allavega hvað við erum búin að afmarka hjá okkur í þessa framkvæmd, í þetta verk. Og svo inn í þessu fyrir ráðinu þetta á sín tíma, þá lágu fyrir mörg gögn, umsagnir, deiluskipulagskynningar, aðalskipulagsútdráttur og hitt og þetta sem að ég fór nú eiginlega bara að rifja upp svona meðan að bæjarráð var með þetta mál til kynningar, eða til skoðunar. Þarna síðan samþykkt, eftir að þetta kemur inn í umhverfis- og skipulagsráð og þessi gögn sem lágu þar fyrir, að þá samþykkt nota bene mótatkvæðalaust að fela starfsmönnum að vinna málið áfram og síðan var því vísað til bæjarstjórnar sem samþykkti það líka og allt hefur þetta verið gert samþykkt samhljóða á öllum þessum stigum. Þannig að allar ákvarðanir listaverkið hafa verið teknar samhljóða sem snúa bæjarstjórn, bæjarráði og umhverfis- og skipulagsráði. Þau 3 ráð sem hafa að mér vitandi farið yfir þetta og ég held að það sé komið á annan tug ákvarðana sem hafa verið teknar í bæjarkerfinu af pólitískum fulltrúum í bæjarkerfinu. Varðandi íbúakosninguna og íbúakosningahluta tillögunnar þá ætla ég bara að segja eftir að hafa svona hugsað þetta eftir allar þær ákvarðanir sem að bæjarstjórn hefur samhljóða tekið á síðustu að mér reiknast 18 mánuðum að þá finnst mér gagnvart okkar með aðilum eða viðsemjendum eða hvað við köllum það, bæði listamanninum og ráðuneytunum, Alþingi sem að hefur samþykkt málið fyrir sitt leyti, að þá finnst mér það fullseint í rassinn gripið að ætla að fara að staldra við eða kjósa þetta. Og það kemur fram í minnisblaði sem að forseti hefur skilað nú til bæjarstjórnar og við vorum með til umræði í bæjarstjórni og í bæjarráði og kemur fram í máli Eyþórs Harðarsonar að þá jafngildir kosningum málið og ástæðulausar tafir á því jafngildir því að við gefum frá okkur tækifæri til þess að koma hér upp listaverk eftir einn fremsta listamann þjóðarinnar. Og eitt að lokum, út af því að ég að ljúka máli mínu hér forseti, að þá finnst mér mikilvægt að tala sé listaverk eftir einn af okkur fremstu listamönnum en ekki minnisvarða. Minnisvarðin svo sannarlega til staðar en þetta listaverk. Takk fyrir þetta. Orðið laust Gísli Stefánsson, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar. Já, þetta að verða skemmtilega pólitísku fundur og ég fagna nú því bara.
það er bara gaman að sé pólitík í bæjarstjórn. En þetta mál frá okkar bæjardyrum séð snýst fyrst og fremst kynninguna og svo tímasetninguna sem að við í raun og veru samþykktum, eða mínu viti samþykkti ég þetta listaverk sérstaklega með tímasetningunni í huga, hvenær afhendingin átti að vera. Og ég þekki það nú ágætlega sjálfur að eftir að hafa verið að skapa list sjálfur að listin verður nú ekki, hún nú ekki mjög mikið háð tíma og jafnvel ekki stundur rúmi, þannig að það nú bara svoleiðis. Og auðvitað geta orðið tafir á slíku, en þá komum við svo sem að kynningaþættinum og ég hef svo sem fengið ákveðna kynningu á þessu, það sem var gefin einhvers konar svona grunnur að þessu sem að var samt engan veginn fullnægjandi, og til þess að þar sé allavega, og af því að þetta hefur nú tafist töluvert, þá hefur nú haldið að það væri tök á því að kynna þetta betur, sérstaklega varðandi þann þátt sem að snýrað göngustígunum, sem að hér er svona kannski, sem nú kannski stóra máli í þessu, og þar að segja inngripi sjálft inn í Eldfell. Svo sannarlega myndi ég nú alveg segja það, og tekundi það sem að Njáll Ragnarsson bæjarfulltrúi nefndi hérna áðan, að auðvitað þurfum við að hlúa að aðgengi á fjallið, að það verði ekki fyrir svona, hvað við segja, óþarfa skemmdum eða hnjaski vegna ferðamanna, og það er vel, og auðvitað þurfum við bara að stýra umferðinni betur, og við gerum það meðal annars með þessu. Við getum gert það á einfaldan máta svo sem, einfaldari, en svo búum við náttúrulega bara stað þar sem að veður eru óguleg, og það eitt og sér hefur nú bara gríðarlega áhrif á fjallið líka. Ég hef náttúrulega sjálfur færst því eftir því sem að þetta hefur gengið lengra að þetta mál að fjallið sjálft sé listaverk af náttúrunnar hendi, og ég held að það er bara að fá að njóta þess. Ég til dæmis upp á aðgengi sjálft að fjallinu, nú gengi ég sjálfur reglulega upp á það og auðvitað minni á það að það má ýmislegt bæta, en að sama skapi þá er það þannig að aðgengi á fjallinu er gott og töluvert betra heldur en mörg önnur fjöll. Og það sem bæjarfulltrúi Njáll Ragnarsson minntist á hérna, sem var það að skoða þetta með opnum huga, það er svo sannarlega hægt, en að skoða eitthvað sem að kostar opinbert fé með opnum huga gerir svo sannarlega kröfu á það að þetta sé nokkuð borðliggjandi. Og varðandi listaverkið sjálft, sem að svo sannarlega hefur afmarkað á ákveðnum stöðum, ég hef minni ágjör á því heldur en inngripinu sjálfu inn í Eldfell, og það er það sem að þarf að liggja miklu sterkar fyrir og mun náttúrulega stinga Eyjamenn frekar, myndi ég halda, heldur en hitt. Það er bara mín skoðun og mjög mikilvægt að það sé klárað. Svo er eitt mjög áhugaverður vinkill í þessu sem að ég hefði kannski svona, og auðvitað er þetta eftiráspeki og ég áta það, og ég náttúrulega var eins og Eyþór, þó ég sé áhuga samverulist, þá var ég jafn með ykkur og hann, og ég velti fyrir mig hvort það hefði ekki bara verið svolítið gaman að skoða það að hafa aðeins meira yfirlit og frekari gögn það, því víða á þessi ágæti listaverk, víða heim, hvaða áhrif það hefur á þau svæði þar sem að listaverkin hafa komið, og fá okkur gögn það, og hvernig það myndi nýtast til að mynda ferðaþjónustunni, sem er til að mynda algjörlega í vandræðum þegar kemur að því að á ákveðnum tímapunktum, hérna, sérstaklega við sumartíma þegar mest álagið er, og flöskuhálsin er töluvert mikill með Herjólfi, og það er náttúrulega, þar komum við inn í samgöngumálin. Takk. Hildur Sólveig Sigurðardóttir, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, gestir, já, við erum hér að ræða listaverk eftir Ólaf Elíasson og minnisvarða gosið sem var
líkt og búið að koma fram, fyrirhugað vegna stór afmælis Heimaeyjargossins. Bæjarfulltrúinn Njáll Ragnarsson kemur hér í pontu og talar að við megum ekki vera hrædd. Eigum ekki vera hrædd við ágang ferðamanna sem ég held að fæst okkar hér eru og eigum ekki vera hrædd að fólk gangi eldfell sem ég held meiri segja bara mörg okkar hér gera reglulega. En við eigum líka ekki að vera hrædd við að skipta skoðun. Og ég líkt og bæjarfulltrúi Eyþór Harðarson samþykkti í góðri trú við þetta tilefni þessa fjármögnun á þessu verki. Sannarlega með miklar vonir gagnvart þessum listamanni og þekkjandi það sem að hann hefur í rauninni getið af sér. Hins vegar á sama tíma með gífurleg ónot yfir því að samþykkja eitthvað sem að ég í rauninni veit ekki almennilega hvað er. Nú líkt og hefur komið fram eru þessi tímamót liðin og talsverður lengri tími en þá liðin. Í kjölfarið hefur ráðherra Lilja Alfreðsdóttir samþykkt 50 milljóna viðbótar fjármagn í þetta verk og við höfum nú áður talað hér að við auðvitað okkur mikið umhugað fjármuni sveitarfélagsins og auðvitað okkur líka bara umhugað fjármuni ríkisins og við viljum fara vel með þá. Og þegar að nú öllum þessum tíma liðnum að það bólar ekkert á listaverkinu sjálfu né upplýsingum útlit eða umfang þess né áhrif á fjallið sem við höfum í rauninni verið að kalla eftir frá því að þetta var samþykkt á sínum tíma. Að þá er ekkert óeðlilegt að tillaga sem þessi komi hér upp. Og við eigum heldur ekki að vera hrædd við það eða taka slíkt til umfjöllunar. Já, þannig að það er allavega mín skoðun í þessu máli. Þetta var svona, eins og ég segi, maður var svona hálfgert óbræði munni á sínum tíma að samþykkja þetta, þó svo þetta væri vissulega ekki óútfylltur fjárhagslegur tékki, að þá var þetta svolítið svona skipulagslega og útlitslega óútfylltur tékki sem að svona vissar vísbendingar benda til að eru hugsanlega umfangsmeiri og hafi meiri áhrif en í fyrstu var grunað. Takk. Vilja Helga Jóhanna Harðardóttir gera svo vel? Forseti, á síðasta bæjarstjórnarfundi, þar síðasta bæjarstjórnarfundi var borin fram tillaga af minnihlutanum sem ég verð að viðurkenna kom mjög flatt upp á mig og ég hlustaði þó vel og vandlega á bæjarfulltrúann Margréti Rós Ingólfsdóttur þegar hún var að færa rök fyrir máli sínu og á þeim tímapunkti fannst mér sannfæringarkrafturinn hennar nokkuð góður og verð ég að viðurkenna að ræða hennar fékk mig til þess að hugsa rökin sem hún hefði fram að færa og ég fór að efast hvort nokkuð ætti að leggja í þessa vinnu. En þar sem málinu var vísað í bæjarráð, þá hef ég fengið nokkuð góðan tíma til að hugsa þetta mál og þau rök fyrir af hverju ég vil ekki samþykkja tillögu minnihlutans. Í fyrsta lagi, eins og fram hefur komið í ræðu bæjarfulltrúa Njáls Ragnarssonar, að þá hafa allir bæjarfulltrúar samþykkt að fara í þessa vinnu og það fyrir þó nokkuð mörgum mánuðum síðan. Vinnan farin á fullt og listamaðurinn byrjar að vinna að sínum hugmyndum. Ef ég ætlaði að samþykkja að fara á þessu stigi málsins með málið í íbúakosningu, þá finnst mér ég vera að fara baki minna fyrri ákvarðana sem ég hef ásamt öllum öðrum bæjarfulltrúum samþykkt að fara í og þess vegna hafa þeir sem hafa komið að verkinu byrjað í þeirri vegferð og vinnu sem því fylgir. Mér finnst ekki vera mikið á bak við mína ákvörðun ef ég gæfi það svo í skyn löngu seinna eftir þessa ákvörðun að segja hey, bíðum aðeins, sjáum hvað íbúar vilja. Og í öðru lagi, það finnst mér bara alls ekki skýrt hvað bæjarfulltrúar minnihlutans vilja fá fram eða vilja spyrja að í þessar íbúakosningu. Vilja spyrja hvort verkið sé nógu fallegt, vilja spyrja hvort hætta eigi við að fara í verkið og
og eiga íbúar að taka afstöðu mál sem þeir hafa lítil sem engin gögnum. Í Morgunblaðinu í dag var grein þar sem haft var eftir Eyþóri Harðarsyni bæjarfulltrúa að hann hafi áhyggjur af inngripi í náttúru Eldfells með göngustígagerð. Hvar voru þessar áhyggjur þegar hann samþykkti að fara í verkið? En hann hefur svo sem tekið það fram að hann vildi ekki vera gleðispillir. Bæjarfulltrúi Gísli Stefánsson talar tímasetningu og að verkið hafi tafist og þess vegna hafi verið hægt að hafa meiri kynningu eða betri kynningu. Og ég furða mig á því af hverju bæjarfulltrúar minnihlutans óskuðu ekki bara eftir kynningu í staðinn fyrir að leggja til íbúakosningu framhaldi af þeirri kynningu. En í þriðja lagi, það mætti líka þessari tímasetningu á tillögunni við önnur verk sem framundan í sveitarfélaginu. Tökum Hamaskóla sem dæmi. Hvað finnst bæjarfulltrúum það að það kemur tillaga í dag að staldra við í vinnunum Hamaskóla og setja málið í íbúakosningu og spyrja íbúa hvort við ættum að byggja við Hamaskóla? Í því máli einmitt verið að vinna hönnun og það langt síðan allir bæjarfulltrúar samþykkt að fara í verkið og þrátt fyrir að vita ekki hvernig Hamaskóli myndi líta út. Ekki misskil mig, ég ekki að leggja þetta til. Ég hef að minnsta kosti trú á því að þetta eigi eftir að vera mikilfenglegt og virðilegt verk þar sem verði hugað vel að mörgum þáttum í náttúrunni og þar á meðal inngripi í ásýnd Eldfells og ég tel nokkuð víst að engin bæjarfulltrúi samþykja að skemma ásýnd Eldfells með einhverjum klunnalegum stórvirkjum. Takk fyrir þetta. Vilja fleiri? Margrét Rós Ingólfsdóttir, gjörðu svo vel. Forseti, já, þetta að verða mjög skemmtilegu fundur. Sko, í fyrsta lagi þá eru við bæjarfulltrúar minnihlutans ítrekað búin að fara yfir það að við samþykktum verkið í upphafi. Það fer ekkert á milli mála og það er algjör óþarfa bæjarfulltrúar bæði Helgu Jóru Harðardóttir og Njáli Ragnarssoni að koma upp og tala það að við skiptum skoðun bara af því og að kemur flatt upp á okkur og svoleiðis því það bara á ekki við rökast við erum ítrekað búin að fara yfir það að skoðun okkar breyttist eftir því sem að í raun og veru bara gögnin kom ekki til okkar, við fengum ekki nægilega kynningar og þess að þar og það er ekkert eðlilegra bæjarfulltrúar Helga Jóru Harðardóttir en að viðurkenna það og koma fram og segja, heyrðu, ég er ekki með nægilegar upplýsingar til að taka góða upplýsta ákvörðun í þessu máli. Það var gert á góðum hug hérna upphafið sem bæjarfulltrúar Hildur Sólveig fór yfir að samþykkja þetta og við vorum ekki á móti því á þeim tíma og bæjarfulltrúar Helga Jóru talar einnig lítil sem engin gögn sem við höfum fengið og hvað á að kynna bæjarfulltrúum því það eru lítil sem engin gögn sem liggja fyrir. Finnst bæjarfulltrúum það bara í lagi? Ég spyr hann að því. Og síðan vil ég líka kjölfara á því sem Njáll Ragnarsson sagði í ræðu hérna áðan skipulagsmál þar sem hann talar að það sé sjálfsagt og eðlilegt að setja inngripi í Nýjahraunið í íbúakosninga því það sé svo viðkvæmt svæði. Hvað finnst honum það Eldfellið? Gísli Stefánsson, gjörðu svo vel. Forseti bæjarfulltrúar, já, það er rétt. Ég lagði mikla áherslu á í minni ræðu á hann hérna, þetta snerist kynninguna og það er rétt, ég hef ekki boðið neina formlega uppfærslu á því en þegar ég hef svona spurt óformlega þá sem að hafa komið að þessu þá hef ég fengið þau svör að það væri raun og veru ekkert nýtt til staðar og því fannst mér ekki endilega ástæða til þess að biðja einhverja sérstaka kynningu eða það var ekkert nýtt. Í öðru lagi að þó ég geti að kannski einhverju leyti skili líkinguna sem var borin upp hérna áðan varðandi Hamaskólann þá er það samt sem áður innviðauppbygging og mér finnst rétt að það sé þannig að listaverk sem þetta þó að það muni klárlega hjálpa til í ferðaþjónustunni hérna þá er engin föst breyta en eitt inn í því sem segja okkur hvað það verður og Hamaskóli er eitthvað sem að við svo sannarlega erum fyrst og fremst að fara að byggja fyrir börnin í bænum og bæta aðstöðu kennara og ég held að það sé svona punkturinn sem að er mikilvægt að hafa þegar við berum svona saman. Takk. Takk fyrir þetta. Íris Róbersdóttir, gjörðu svo vel. Forseti, já, ég tel þessa umræðu bara af hennu góða og hefði kannski líka bara verið gott að bæjarstjórn hittist og tæki þessa umræðu. Það þyrfti kannski ekki endilega að vera í pontu í bæjarstjórn.
í ljósi þess að við rættum hér áðan að það var engin undirbúningur og engin aðdragandi að máli hér sem við að sjálfsögðu bara héldum að bæjarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins væri nú aðeins inn í vegna þess að það búið að samþykkja fullt af hlutum sem tengjast aðalskipulagi húsnæðisáætlun og annað en sjálfsagt að staldra við og fara í það og það eins með þetta mál að við förum öll og samþykjum það öll á sömu forsendum. En svo virðist vera, það ekki bara allir bæjarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins sem hafa komið upp og ég bið ykkur bara leiðrétta mig ef þetta röng tilfinning hjá mér. Mín upplifun svo að þeir tala allir gegn verkinu. Þannig mig langar að spyrja bæjarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins hvort þeir séu á móti því að það sé, ég ekki að tala ég bara að það sé farið í þetta verk og þá ég bara að meina sko án þess að fara í þessa íbúakosningu heldur bara eru þið á móti verkinu, viljið þið hætta við það. Ég myndi vilja fá svar við því. Og svo það sem mig langar með að koma að sinna það sem bæjarfulltrúi Gísli Stefánsson sagði áðan varðandi það að þetta væri innveður uppbygging og svona ég held að hann hafi misskilið Helgur Jóhönnu Harðardóttur, hún var að tala ferlið. Við erum í miðri á með Hamarskólann, við erum í miðri á með þetta verkefni og svo finnst mér rosalega léttvægt að það í september 2021 sem að skrifað undir viljayfirlýsingu og ég bara tala ferlið og við vorum bara sammála að fara í það öll með ekki miklar upplýsingar. Það í júní 2022 samþykkt þingsályktunartillögu á Alþingi þar sem allir þingmennirnir 52 sem voru í salnum samþykktu að koma að þessu verkefni treystandi því að bæjarstjórn Vestmannaeyja væri á bakvið það. Svo haldið áfram, verkefni búið að dragast allt og mikið, ég get algjörlega tekið undir það en ef þetta hefði verið viðburður sem áttu að eiga sér stað á þessu ári, 50 árum, þá skildi ég að við varum að segja, glugginn farin. En glugginn auðvitað ekki farin ef að listaverkið á að standa. En það ekkert að því að við veltum því fyrir okkur. En bara svo það sé sagt og það vita fulltrúar Sjálfstæðisflokksins að ef að við varum einum þessa ákvörðun þá væri auðvelt fyrir okkur að staldra við. En það upplýsingar sem við höfum fengið og allir vita af hér ef að við ætlum að stoppa, að því við erum ekki ein, við erum með listamann, hann mun ekki hendi okkur einhverju sem að við ætlum að fara að láta kjósum, það alveg ljóst. Við erum með Alþingi Íslendinga og ríkisstjórn Íslands. Reynda var verið að skipta ríkisstjórn, þannig að við veitum ekki hvernig það fer. En að minnstakosti eru þetta aðilarnir sem eru með okkur í þessu. Og þetta aðeins flóknara heldur það bara að segja að það sé allt í lagi skipt skoðun. Af því það allt í lagi. En kannski einhverja ákvarðanir sem maður búin að taka á leiðinni inn í þetta verkefni hafa kannski svolítið stærri afleiðingar og eru kannski meira bindandi en ýmislegt annað. Þannig ég held að við þurfum aðeins svona anda í þetta og hugsa þetta og þá fara nú vel í gegnum það áðan að tillagan, hún gengur ekki upp því miður. Það hefði þurft að umorðana og ég var að vona það í ljósi þess að þær upplýsingar lágu fyrir og sérstaklega mikið verið rætt það í bæjaráði, það sem oddviti Sjálfstæðismanna situr, að hún gengur ekki upp tillagan eins og hún liggur fyrir. En mér þykir bara leitt og ég vil gjarnan bara fá að vita það og ég held að það sé bara miklu heiðarlegra gagnvart okkur öllum sem hér eru og íbúum bara vilja bæjarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins hætta við þessa vegferð. Ég bara, mér langar bara að heyra það. Ég að reyna að hafa töl á hlutunum, ekki allir bæjarfulltrúar sem að biðja orði núna búin að tala einu sinni í málinu? Þú ert úr leik. Þannig að þú kannski að svara spurningum frá bæjarstjóra. Nei, það eftir, já. Hildur Sólveig, þú ert næst og síðan Margrét Rós. Forseti, bæjarfulltrúar og gestir, ég ætla að fá að nýta tækifæri að svara þeirri spurningu sem til mín var beint og með því svari ég bara veit það ekki. Af því ég hef bara ekki nægilega gögn til þess að svara því hvort ég sé hlynnt í að fá þetta listaverk þarna inn. Þannig ég get ekki sagt því ég sé á móti því, af því ég veit ekki hvað ég að fjalla og þess vegna það það sem við höfum reynt ítrekað hér að tala og eins og Helga Jóhanna minntist á og bara þetta saman við Hamarskóla. Við erum með byggingarnefnd Hamarskóla. Við erum með haghópa sem að hittast og ræða það sem er verið að fjalla þetta og þeir fá upplýsingar og þeir fá teikningar og þeir fá upplýsingar hvað ákvarðanir er verið að taka. Það bara
furðulegt að ætla að bera þetta tvennt saman, eða eiginlega bara gott fyrir okkar málstað, að því þar eru upplýsingar, hér eru engar upplýsingar til þess að taka ákvörðunum. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Hildur Sólveig. Margrét Rós Ingólfsdóttir, gjörðu svo vel. Forseti. Já, ég get alveg sagt að ég á móti þessu verki eins og það liggur fyrir og ég held að það komi engum hérna óvart. Svo getur vel verið ef ég fengi að sjá fullnægjandi gögn að þá myndi ástæðum mín breytast. En það er nú þannig að við búum bara í lýðræði samfélagi og þess vegna hef ég lagt til að þetta fari í íbúakosningu. Mín skoðun er ekki einhver sem á að vera algild hérna í samfélaginu sko. Þannig ég er alveg til í að íbúar bara fái að segja sínu skoðun á þessu. Að því gefnu að vera unnin betri gögn. Vilja fleiri taka til máls? Helga Jóhanna Harðardóttir. Já, það er maður að svara. Já, ég á eftir. Ertu búinn? Ég ætla að svara það sem var undan því. Nú fer ég að beita harðari fundarstjórn hérna og nákvæmari talningu. Gjörðu svo vel. Helga Jóhanna Harðardóttir. Forseti, takk fyrir. Ég ætla að fá að svara bæjarfulltrúanum Margréti Rós Ingólfsdóttur. Já, ég byggði mína ákvörðun á þeim gögnum og kynningu sem ég fékk. Bæjarfulltrúum var boðið á kynningafund verkið sem ég man rétt að ég og Hildur Sólveig Sigurðardóttir mættum á. Flestir aðrir bæjarfulltrúar höfðu þegar fengið kynningu á verkinu í gegnum ráðin sem þau sátu í. Þessi upplýsingafundur var góður og ég taldi mig að hafa haldbærar upplýsingar eftir þann fund og ég vissi hvar verkið ætti að vera staðsett, ég vissi hvaða fjárhæð ætti að fara í verkið og ég vissi að þetta ætti að framkvæma með sem minnsta raski í náttúrunni eins og hægt er. Svo já, ég var bara nokkuð djörf að samþykkja það. Og Hildur Sólveig Sigurðardóttir, þú nefndir að það væri byggingarnefnd í Hamarsskóla og teikningar en þegar sú ákvörðun var tekin á sínum tíma þá voru teikningarnar ekki til. Eyþór Harðarson, gjörðu svo vel. Já, forseti og bæjarfulltrúar. Svona, þessi fundur ætlar að verða aðeins lengri en við áttum von á. Bæjarráð í dag ræddu við það. Þetta er stuttur og snaggaralegu fundur, þar sem að væri nú ekki mikið til að rífast yfir. En það hefur ræst úr því, ef við getum orðað það þannig, fyrir áhorfendur á YouTube. En það hefur nú að segjast alveg svo þetta er þessi umræða komin í dálitla svona skylmingar hérna. Það fóru svo margir í pontu og maður var í rauninni aðeins að reyna að bregðast við nokkru sem að svona hefur verið nefnt hérna núna síðustu mínútunar. En sko varðandi það sem bæjarfulltrúi Helga Jóhanna Harðardóttir kom upp með að hún væri ekki sammála okkar tillögu hérna frá síðasta fundi, þá er náttúrulega alveg merkilegt að vera eiginlega ekki sammála því að biðja upplýsingar útlit og áhrif, að vera á móti því að reyna að fá upplýsingar þá mannvirkjagerð sem þarf að fara fram í Eldfelli sem er friðað að stórum hluta. Það finnst mér í rauninni nokkuð merkilegt og fagna því að verði bara hérna mikilfenglegt listaverk í fjallinu. Það er bara hennar skoðun en við hefðum viljað sjá hérna meiri upplýsingar og það er það sem við vorum að biðja um. Íris Róbertsdóttir bæjarstjóri spurði hvort við værum á móti og vildi fá það svona beint frá hverjum og einum. Það er bara akkurat málið, ég er akkurat ekkert á móti þessu listaverki. Maður samþykkti það í fjárhagsáætlun að eyða 50 milljónum okkar hlut í þetta listaverk og ég hef ekki gert það nema ég væri hlynntur þessu. En allan tíman höfum að verið að hugsa hvernig lítur þetta út. Og eins og ég sagði í minni ræðu, þá hefur bara umræðan vaxið á í þá átt að fólk farið að hafa áhyggjur af því hvers slags inngrip þetta er í náttúru Eldfells. Og það erum við bara að biðja að fá að sjá áður en lengra er haldið. Það var því miður ekki hægt að verða við því. Íris Róbertsdóttir tala líka ríkisstjórnina sem að ætti að vigta mikið í því að 52 þingmenn samþykki hérna eitthvað fé til þessa listavers. Þá hefur bara Alþingi ekkert með skipulagsmál í Vestmannaeyjum að gera.
og við segjum ekkert já og amen við hverju sem er samþykkt þar í svona tillögum. Þannig að frekar en eins og maður nefndi hérna á síðasta fundi, bæjarstjórnarfundi að við höfum ekki alls kosta verið ánægð með verk ráðherra þegar þeir ætluðu að hrifsa til sín lands hérna í Vestmannaeyjum. Þannig að við berjumst nú á móti því sem á okkur líkar ekki. Það er alveg á hreinu að þessi listamaður sem er höfundur þessa listaverka, Ólafur Elíasson, hann er einn af fremstu listamönnum samtímans og allan tíman væri frábært að fá listaverk frá þessum listamanni hérna til Eyja. Þannig ég ætla að vona að það sé á hreinu. Svo er það sem að Njáll nefndi, Njáll Ragnarsson, bæjarfulltrúi, að við eigum ekki að vera hrædd. Og hrædd við hvað, spyr maður, við erum ekki hrædd, við erum bara að biðja upplýsingar. Það er ekkert flóknara, fullkomlega eðlilegar upplýsingar. Og mín von var að við fengjum upplýsingar sem færu með málið bara í þann farveg að listaverki myndi rísa. Það var nú vegferðin sem við vorum að vonast eftir, eða ég var að vonast eftir persónulega, að þetta myndi bara enda í því að við fengjum þannig upplýsingar að við myndum halda áfram með málið hérna eins og lagt var upp með. Þannig að ég vona að ég sé búin að fólk sé búin að átta sig á því hver hugur minn er til þessa listavers og það verði okkur ekki núið nasir það að við séum að reyna að stöðva framgang þessa listavers eða gera það. Við erum að biðja upplýsingar. Takk fyrir. Takk fyrir þetta. Njáll Ragnarsson talar nú öðru sinni þetta mál. Gjörðu svo. Hátt heiðraður forseti, það var spurningu beint til mín frá bæjarfulltrúi Margréti Rós Ingólfsdóttir sem að mér er ljúft og skylt að svara og það sneri að því að ég lagðist gegn þessari tillögum íbúakosningu vegna þess að svæðið væri viðkvæmt en væri að leggja það til á öðrum stað og hérna hvort það sé eitthvað í þessa áttina. Munurinn fyrir að mínu viti þá held ég að sé nokkuð augljós stigsmunur á þessu og það hefur svo sem verið rætt hérna hvernig ferillinn hefur verið í þessu máli frá fyrstu samþykkt fyrir 18 mánuðum eða hvernig það var. Allar þær samþykktir sem að ég sagði áðan að hefðu verið á annan tug síðan í bæjarstjórn, bæjarráði, umhverfis- og skipulagsráði, þingi, ríkisstjórn og annar staðar. Málið er komið á vegspöl eins og kom fram í máli Helgu Jóhönnu Harðardóttur bæjarfulltrúa hér áðan. Listamaðurinn hefur hafið sína hönnun og þeir sem að við höfum verið í samskiptum við í þessu máli hafa allir gengið út frá því að í gegnum þetta ferli að þá sé staðan einfallega þannig að Vestmannaeyjabær hafi fullan hug á því að koma þessu listaverki Ólafs Elíassonar upp í Vestmannaeyjum og bæjarstjórn sé einhuga það og því ástæðulaust að taka því sem með einhverjum fyrirvörum. Varðandi Nýja-Hraunið og tillöguna sem var lögð fram hérna áðan, þá er það allt annað. Það er bara allt annars eðlis og eðlis ólíkt að því leyti að þar eru við að leggja til að það verði skoðaður hugur íbúa hvort að þeir vilji byrja vegferðina. Ekki staldra við í miðri á og hvort við eigum að fara að snúa við í miðri á, heldur hvort að við eigum að leggja í ána. Það er stigsmunurinn á þessum tveimur tillögum. Ég ætla svona kannski að enda þetta á því og ég veit að umræðan er orðin löng og það er búið að segja margt og ég held að flest af því nú komið fram sem ég vil allavega koma frá mér í þessu en þá ætla ég bara að kannski vekja máls á því hér að út af því að það er alltaf verið að tala um að skoða þetta og það sé ekki til gögn og við veitum ekki hvernig þetta kemur til með að líta út. Þó að við höfum verið að samþykkja þetta aftur og aftur síðustu 2 árin að þá munum við líka þurfa að samþykkja endanlega þegar að allt liggur fyrir. Öll gögn eru klár og það eru kvaðir það í skipulaginu, ekki bara kvaðir það að það með ekki raska náttúrunni meira heldur en við getum talið eðlilegt eða á nokkurn hátt í eldfellinu og ganga of hart gagnvart náttúru Vestmannaeyja. Heldur munum við líka þurfa þegar að því kemur
að samþykkja framkvæmdarleyfi fyrir öllu draslinu. Þannig að þá munum við sjá hvernig þetta lítur út, hvernig þetta verður. Þannig að ég held að það sé kannski fullsnefnt og ég veit að það kannski fór og ég hefði nú getað, viðurkenni það, ég hefði nú getað vandað orðalagið betur í ræðinu hérna áðan þegar ég talaði ótta eða hræðslu. En ég held að við séum bara kannski ekki komin á þann stað að verða óttaslegin yfir því hvernig endalega hönnun og útlit mun verða. Það á eftir að koma betur í ljós þegar að við gefum grænt ljós eða ekki á framkvæmdina. Þannig að kannski þetta einhver vinkillinn í málið, en ég held að sé mjög mikilvægt að halda þessu til haga og þetta kemur fram í þeim gögnum sem ég fór yfir varðandi afgreiðslu umhverfis- og skipulagsráðs á þessu máli í febrúar í fyrra, ef mig minnir rétt. Takk fyrir þetta. Með leyfi varaforseta þá ætla ég að taka hér aðeins til máls þetta mál. Bæjarfulltrúi Eyþór Harðarson gerði kannski mest úr þeim partinum að það hefði ekki verið kynnt nægilega og bæjarfulltrúar ekki vitað nákvæmlega hvað þetta listaverk snerist og það var ekki á annað að heyra í upphafsræðu hans heldur en hann teldi að listaverkið sjálft ætti að koma hér í íbúakosningu og athuga hvort að bæjarbúum myndi geðast að því. Það hefur engin bæjarfulltrúi, svo mér sé kunnugt beðið kynningu af hálfu listamannsins. Af hverju var ekki beðið það áður en lögð var fram tillaga íbúakosningu? Nú ræddi ég við stúdíó listamannsins síðast í morgun og hann staðfesti það, við erum meira en reiðubúnir að kynna fyrir bæjarstjórn Vestmannaeyja þær hugmyndir sem liggja fyrir göngustíginn, séráparti, listaverkið allt í heild sinni ef það er beðið. Var það ekki í minnisblaði? Það var vegna þess að þetta samtal fór fram í morgun og ég reyndi að fá staðfesting á þessu. En málið snerist nefnilega ekki þetta. Og síðast þegar ég ræddi, og ég vona ég sé ekki að brjóta eitthvað trúnað við bæjarfulltrúa Eyþór Harðarson, ég spurði sem svo í samtali að ef bæjarfulltrúar fengju núna kynningu á þessu verki og þeim myndi líka verkið og líka það sem sneri að þessum göngustíg, hvort að þar með væri fallið frá tillögu íbúakosningu. Það var ekki upp á borðinu. Listamaðurinn segir auðvitað, eins og þeir, það hefur aldrei staðið á listamanninum og þeim að kynna fyrir bæjarstjórn það sem þeir var að gera. En engin listamaður með einhverja sjálfsvirðingu sendir í opinbera kynningu drög að listaverki í smíðum, í vinnslu, til opinberar kynningar og síðan atkvæðagreiðslu það hvort að íbúum líki við þetta eða ekki. Þar er það orðið spurningum höfundarétt, þar er það orðið spurningum það að opinbera hugmyndir sem listamaður hefur framsetningu á einhverju verki, að það sé til opinberar kynningar fyrir íbúakosningu, held ég að allir gerir sig grein fyrir að þannig eru ekki listaverk unnin. Listamaðurinn hefur að sjálfsögðu sjálfdæmi það hvernig listaverkið er. En það liggur fyrir að stúdíó er tilbúið að kynna þetta fyrir bæjarstjórn, hvenær sem hvernig drögin eru, en ekki í opinbera birtingu sendandi gögn til opinbera birtingar. Þannig að þess vegna hefði nú verið hægt að ná markmiðinu sem Eyþór Harðarson bæjarfulltrúi lýsti hér áðan, að ef við sæjum að þetta væri nú svo fallegt og gott, að það hefði verið hægt að samþykkja það og koma því hér í framkvæmd, en það er ekki raunin. Því að jafnvel að þó að bæjarstjórninni allri fyndist þetta fallegt og gott eftir kynningu frá stúdíónu, þá skildi það samt fara í íbúakosningu. Og það að sjálfsögðu hljóta allir að sjá að þannig getur þetta ekki gerst. Það er engin listamaður að fara að senda dröga listaverki sem hann hefur í smíðum varðandi höfundarétt, upphafsrétt og allt saman í einhverja opinbera kynningu. Myndu tónlistarmenn gera það til þess og láta greiða atkvæði það hvernig lagið á að vera, melódían. Það er eitt. Að tafirnar á málinu séu frágangssök og að það ætti þess vegna
að með einhverjum hætti að líta svoleiðis á að þetta listaverk væri fallið á tíma. Tafirnar urðu bara af einni ástæðu. Það var ljóst að verkið með öllu eins og það var hugsað, göngustíknum og öllu saman, yrði talsvert miklu dýrara en upphaflega var gert ráð fyrir. Tafirnar skýrast af því að kannski fyrst og fremst að völdum okkar hér, bæjarstjórninni, því að við erum búin að freista þess að ná fjármögnunarpartinum af þessu máli, fjárhagsramman utanum þetta, að þegar loksins var séð fyrir endan á því hvað þetta myndi kosta á endanum, með þeim hætti að útgjöld bæjarins af þessu myndu ekki aukast umfram það sem var samþykkt hér á haustdögum 2022 fyrir fjárhagsáætlun 2023. Það búið að fara hér yfir af hverju og ég get svo sem útskýrt það enn frekar af hverju mér finnst tillaga minnihlutans í þessu máli ótæk, bæði að efni og formi. Og þess vegna hlýti ég alltaf að greiða atkvæði á móti henni. Það er auðvitað þannig að þetta mál er búið að vera hér í vinnslu síðan ekki 2022, heldur 2021. Þá er viljayfirlýsingin upphaflega undirrituð milli ríkisstjórnarinnar og bæjarstjórnar Vestmannaeyja. Á þeim grundvelli er síðan samþykkt þingsályktunartillagan í júní árið eftir, 2022, og á þeim grundvelli samþykkjum við síðan hér í bæjarstjórn 50 milljón króna framlag á árinu 2023 sem yrði okkar hlutur. Og mér fyndist það mikil synd að þegar verið er að fá hér til verks einn virtasta, ef ekki virtasta myndlistamann samtímans í heiminum til að gera hér verk og kostnaður bæjarbúa við þetta nemur það bil 1/4 af verkinu og er minni heldur en það ef bærinn ætlaði bara að laga göngustíginn hér og gera hann frambærilegan í Eldfelli eins og honum er fyrirkomið núna. Að við höfnuðum tækifæri til að fá þennan listamann kostaði hann að 3/4 hlutum af öðrum en okkur sjálfum til að búa til þetta listaverk og bæjarfulltrúi Gísli Stefánsson sagði að það væri athyglisvert að skoða listaverk þessa manns annars staðar. Ég hvet ykkur til að gera það, alla bæjarfulltrúa. Skoðiði listaverkið hans í eyðimörkinni í Katar sem er núna orðin mesta ferðamanna aðlöðunin í öllu landinu, en það er örugglega einhver sem segir hann hafi skemmt eyðimörkina þegar það var byggt þar. Varðandi náttúruverndarpartinn af þessu, þá liggur það fyrir að listamaðurinn er bundinn af öllum þeim samþykktum, skipulags- og umhverfissamþykktum og að fara með málið í gegnum allar þær leiðbeiningar sem þar til bær yfirvöld veita hér og umsagnir á Íslandi og taka tillit til þeirra. Undir þær skuldbindingar hefur listamaðurinn gengist og undirritað eða gengist undir í þeim drögum að samningi sem liggur fyrir óundirritaður. Ég held svo sem að flest annað sem varðar þetta mál hafi komið fram í löngum og mörgum ræðum þetta. En þetta er mergurinn málsins. Það var aldrei óskað eftir því að listamaðurinn eða stúdíóið sem að rekur kæmi með frekari útlistun á þessu og menn verða að gera greinarmun á því að listamaðurinn sé tilbúin til þess að kynna þetta fyrir bæjarstjórn eða kjörnum fulltrúum hér í Vestmannaeyjum og því að senda listaverk í smíðum í einhverja almenna kynningu til íbúakosningar. Það er þess vegna sem ég segi, og það er misskilningur að segja að það sé mín skoðun eða það megi lesa út úr minnisblaðinu mínu, að íbúakosningin sjálf væri frágangsrök í þessu máli.
Það er ákvörðunin íbúakosninguna sem gerir alla aðra aðila málsins óskuldbundna henni. Það eru allir lausir allra mála, bæði þeir sem ætla að borga peningana og búa til listaverkið. Leið og við tökum ákvörðun það að standa ekki við þá samninga sem við höfum gert. Það er ómöguleikin í málinu og það er þversögnin í málinu að með því að samþykkja íbúakosninguna, já þá er hún sjálfseyðandi. Það er ekki neitt að kjósa eftir það. Það er ekkert mál, það er ekkert listaverk. Það eru allir sem geta farið frá málinu áður en sú kosning færi fram. Ég loki málinu. Hefðu, þá býtið þið nú við. Nú, þú ert búin að tala tvisvar. Já, en þú verður að bregðast við þínir. Það er ekki hægt að bregðast við endalaust, Eyþór. Þú getur samt ekki hagaði svona að bíða eftir allir eru búnir og komið þá með þessa drullu ræðu hérna yfir okkur. Nú? Ekkert akkur sagði ekki við hann þegar hann var að tala. Ég er að segja ykkur bá. Já. Ég er að tala ekki. Þú ert bara búin að tala einu sinni. Hildur Sólveig Sigurðardóttir, gjör svo. Forseti, bæjarfulltrúar og gestir og áhorfendur. Já, hér var farið með þrusuræðu í pontu bæjarstjórnar. Þar sem umvöndun og kenningar það hvernig alvöru listamenn haga sér og haga sér ekki. Og gott fyrir okkur óbreyttan almúgan að læra það. En það var líka svolítið skondið að heyra hér áðan í máli bæjarfulltrúa Njáls Ragnarssona að því að við höfum mikið heyrt það að við séum að koma allt of seint með þessa tillögu en nú kom allt í einu það fram að við erum að koma allt of snemma með þessa tillögu. En það sem var líka svolítið áhugavert þegar að forseti bæjarstjórnar Páll Magnússon kemur hér í pontu og segir að það hafi enginn beðið kynningu eða frekar upplýsingar, þá er það bara ósatt. Af því hér fyrir 7 vikum síðan í þessum fundi var beðið frekar upplýsingar, málinu var vísað annað. Og svo núna í morgun að þá kom upplýsingar eftir að forseti bæjarstjórnar ræddi þá við listamannin hvort af einhver af minnihlutanum hefði óskað eftir upplýsingum. Ég bara get ekki ímyndað mér það að við sem sitjum hér í minnihluta séum í nokkru umboði til þess að nálgast umræddan listamann og myndi mér ekki detta það til hugar. Enda er það á forræði þeirra sem hér fara með stjórn. Þess vegna spyr ég aftur á móti. 7 vikur hefur núverandi meirihluti haft til þess að eiga þetta samtal við þennan umrædda listamann sem greinilega var rætt við í morgun eða fengið upplýsingar frá í morgun. Af hverju komu þessar upplýsingar ekki löngu fyrr? Kannski er þetta bara hreinlega ástæðan fyrir öllum töfunum að það er bara ekki búið að hafa samband við hann fyrir ennum. Ég skil þetta allavega ekki. Já, við erum búin að bíða og ég trúi því ekki að bæjarfulltrúar meirihlutans ætla að tala það að þeir veit ekki að við höfum óskað eða viljað meiri upplýsingar af því það er frá fyrsta fundi þegar þetta var samþykkt voru það allir sem voru sammála það að það væri óþægilegt að treysta og bara hafa þessa trú að hann myndi gera þetta vel. Og sem að ég held að allir hér hafi að vissu leyti ennþá. En við höfum engar upplýsingar til að byggja það á. Og við óskuðum líka eftir upplýsingum ekki bara fyrir okkur heldur fyrir bæjarbúa. Til þess einmitt að því við höfum séð þá umræðu þróast annar staðar, til dæmis eins og í hafnamannvirkjum og hafnaframkvæmdum, þar sem að fara kreddur af stað sem eru ekki leiðréttar og uppspinnst einhver svona, hvað á maður að segja, eitthvað svona hystería. Fordómar og það
að í rauninni geta ekki tekið ákvarðanir, ákvarðast alltaf af því að fólk ekki með nægar upplýsingar. Ef við hefðum meiri upplýsingar, það getur ekki átt að vera á ábyrgð minnihlutans að útvega okkur upplýsingar. Við höfum, eins og ég sagði áðan, ekkert umboð til þess að banka á skrifstofu Ólafs Elíassonar og biðja hann upplýsingar. Ég skil bara ekki þessa þvælu sem hér lögðu borð. Takk. Með leyfi varaforseta vil ég bregðast við þessu. Ég var að gera hér áðan grein fyrir þeim eðlismun sem á því að stúdíóið sem hér ræðir veiti bæjarfulltrúum upplýsingar með þeim hætti sem reyndar var gert á sínum tíma og svo hefur verkinu eða hugmyndunum tekið hérna ákveðnum breytingum og þar fram eftir göttunum. Á þessu og því að senda upplýsingar hér eða hugmyndir að listaverki í opinbera kynningu á opinberum vettvangi, þess vegna til keppinauta viðkomandi listamanns. Á þessu alveg óskaplegur munur. Það ekki stigsmunur, það eðlismunur. Það sem ég var að vísa til hér áðan var það að það hafi ekki komið fram. Ég held að flestir bæjarfulltrúar þeim bauðst á sínum tíma og flestir nýttu sér það. Þessar fyrstu upplýsingar á þessum fyrstu stigum sem stúdíóið var tilbúið til að veita. Og hefur svo sem stúdíóið sjálft aldrei hafnað því að koma á fundi og sýna kjörnum fulltrúum þetta. Það hugmyndir sem það hefði. En á því alveg óskaplegu munur og að krefjast þess af listamanninum að hann sendi hér upplýsingar, drög að listaverki í aðdraganda íbúakosningar að listaverki sem ekki einu sinni víst að bærinn ætla að standa við að kaupa. Og það sé farið að dreifa upplýsingum það hér á opinberum vettvangi og út allt, ekki bara til bæjarbúa, heldur til alls heimsins. Á þessu tvennu óskaplegu munur og ég held að allir hljóta að gera sig grein fyrir því þegar þeir hugsa þetta mál. Nú ætlar Eyþór Harðarson að taka til máls, bregðast við, bera af sér sakir. Já, forseti, góði bæjarfulltrúar. Þetta listaverka umræðan er auðvitað svolítið heit umræða og hún heit meðal bæjarbúa. Og tillagan okkar kom ekki út úr tómarúmi innan úr hjá okkur fjórum úr Sjálfstæðisflokknum. Við komum með tillögu þar sem við viljum staldra við út af því við erum farin að efast hvað sé verið að fara að gera mikið inngrip í eldfellinu og ég held að ég hafi gert sæmilega grein fyrir svona minni sögu í ræðunni hérna áðan og ætla ekki að fara að taka hana upp aftur. En ég verð að segja alveg eins og að meirihlutinn, hann hefur ekkert gert til að reyna að leysa þetta mál. Við förum með málið inn í bæjarráð og þar vonaðist ég nú til að á einhverjum fundi mjög fljótlega eftir að tillagan kom fram fengjum við að sjá hugmyndir að inngripinu í eldfell með þessari göngustíga gerð sem hluti listaverksins. Það það sem ég veit. Ég hef ekki fengið neina kynningu ef að menn telja að það sé kynning á listaverki að segja að göngustígur sé hluti af listaverkinu. Þegar maður fann að heyra því að náttúruverndarsamtök og ykkur þar til bætt samtök eru farin að hafa áhyggjur af þessari göngustígagerð, þá fannst okkur fullkomlega að koma með þessa tillögu að staldra við og fá nánari kynningu á málinu. Forseti Páll Magnússon talar þetta hérna í pontu, alveg svo víst að eina sem kom í stað hjá okkur íbúakosning. Að við séum bara komið til og einhver íbúakosning og þetta snúist ekkert annað. Íbúakosningin kemur svona í mínum huga og mitt álit inn í þessa tillögu að eiginlega meira til þess að við séum ekki
ef að segjum sér svo, við hefðum fengið nú einhverja kynningu á verkefninu og okkur hefði ekkert litist á það, þá vorum við ekki tilbúin að leggja til að hætta við gerði listaverksins, við vildum þá bæjarbúa fengja að hafna því en ekki við. Það var nú svona uppaflega hugmyndin. Þegar að þessi svona, já, hugmyndum íbúakosning kemur, það að við ætlum ekki að fara að beina máli í þann farveg og leggja til að það verði hætt við. En minnisblaðið úr bæjarráði, það er með alveg með ólíkindum af hverju meirihlutinn reyndi ekki að vinna máli betur með því að kynna fyrir okkur verkefnið og jafnvel bara koma því í þann farveg að allir yrðu jafnvel sammála það með jafnvel kynningu og íbúa kynningu og kynna málið, og við teldum okkur vera nokkuð vissum að þetta væri bara mjög gott og þyrftum ekki að hafa neina áhyggjur af þessu. Af hverju meirihlutinn gerði ekkert í því að komast í þann farveg að reyna að láta þetta gerast. Það finnst mér alveg merkilegt. Og svo sagði forseti Páll Magnússon líka að listamaðurinn væri að sjálfsögðu bundinn við alls konar skilyrði. Vorum við þá að hugsa þetta þannig að þegar að eitthvað yrði svona aðeins og mikið á okkar mati eða meira hlutans eða einhverja þar til bara aðila að eitthvað myndi ekki passa gagnvart friðun Eldfells og væri of mikið ítök, að þá yrði hægt á miðri leið þannig ég held þetta hljóti ekki að vera þannig. Þess vegna finnst mér og okkur það er bara gott mál, staldra við og fá meira upplýsingar. Þær voru ekki í boði og við getum ekkert gert að því meira. Ef við fáum ekki að sjá neitt, þá bara getum við ekkert þá er bara málið fast gagnvart okkur og já, ég veit ekki hvar málið er, en ég ítreka bara að meirihlutinn hefur ekkert gert til þess að vinna með málið og upplýsa okkur þannig að framgangur málsins gæti orðið listaverk hérna í framtíðinni. Takk. Takk fyrir þetta, Eyþór Harðarson. Íris Róbertsdóttir, gjörðu svo vel. Forseti, já, þetta orðin löng umræða og við virðumst ekkert vera, við erum ósammála, við erum samt ekkert ósammála í öllu í þessu máli, en við langar aðeins að bregðast við orðum Hildi Sólveigar Sigurðardóttur hér áðan þegar hún sagði að við værum örugglega öll með áhyggjur af því hvernig listamaður, ég veit ég er ekki orðið alveg rétt, en með áhyggjur af því hvernig listaverki myndi líta út og hvort við gætum treyst listamanninum. Ég er ekki með áhyggjur af Ólafi Elísinni varðandi traustið, vegna þess að ramminn sem Eyþór var að tala áðan, hann er svo sannarlega til staðar og hann er til staðar á þeirri listamaðurinn klárar hönnun á sínu verki. Ég held að Ólafur Elísson geti gert hér glæsilegt verk, en það var ekki ástæða fyrir því að ég kom hérna upp. Þetta er allt í einu orðið svona minnihluta meirihlutamál og það er svona hluti, það búið að koma hérna fram að það sé ekki verið að hlaupa frá ákvörðunni, heldur vill fólk staldra við og svona, svo kemur hérna fram að það er einhver ómöguleiki í því og þetta fer svona boltinn fram og tilbaka. En ég er svolítið, það fer ekki sama hljóð og mynd þegar bæjarfulltrúi Margrét Rós Ingólfsdóttir talar og bæjarfulltrúi Eyþór Harðarson varðandi útkomuna. Margrét Rós sagði hér áðan að hún væri á móti verkinu en vildi láta kjósa það, hún ætlaði ekki að taka ákvörðun. Eyþór sagði og kom fram, ef við hefðum fengið kynningu, að þá hefðu við kannski bara geta haldið áfram ef við hefðum einhver upplýsingar. Þannig að þetta var svona þetta er aðeins, en það sem við höfum í höndunum og það sem var unni með inn í bæjarráði var, með leyfi forseta, ég ætla að fá að vitna í tillögu bæjarfulltrúa, þá segir hérna, áður en lengra er haldið er nauðsynlegt að það liggi fyrir ítarleg kynning á verkinu, stöðu þess, kostnaðamats og framvegis. Í framhaldi af þeirri kynningu, það er ekkert talað um hvað kemur út úr kynningunni, hvort að ég staldra við eftir það, í framhaldi af þeirri kynningu er lagt til að máli verið sett í íbúakosningu, enda varðar málefnið, eina dýrmætu og yngstu náttúruperlu og söguheimild, hérna stendur ekki að betri kynning á verkefnum myndi vera til þess að bæjarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins mildu staldra við.
Það er strax talað íbúakosningu. Þegar við tölum og leggjum til að málinu verið vísað til bæjarráðs, þá ítrekka bæjarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins það að málið snúist með leyfi forseta, undirrituð samþykki að vísa málinu til bæjarráðs en leggja áfram áherslu á málinu verði vísað í framhaldi íbúakosningu. Það var ekki verið að tala þetta millistig sem var kannski verið að reyna að segja hérna áðan, að við gætum fengið meiri upplýsingar til þess að við gætum átta okkur á hlutunum. Það klárlega talað upplýsingar íbúakosning. Þannig það fest saman í tillögunni. Það alveg ljóst og það kemur fram í máli Margrétar Rósar Ingólfsdóttur áðan þegar hún var að bregðast við. Eyþór Harðarson talar aðeins öðruvísi en við náttúrulega höfðum auðvitað bara þessa tillögu til að vinna með. Þannig að þeir sem voru að skoða þessa tillögu gátu ekki átta sig á því að það væri einhver leið að vinna máli með þeim hætti að það væri að því hérna það upplýsingarsamtökum til viðbótar átt að vera grundvöllur að íbúakosningu sem ég nú ekki alveg átt að má hvað átt að kjósa, þú veist hvaða part að því, hvort átt að kjósa hvort það yrði listaverk, yrði ekki listaverk 50 milljónirnar, að því það ekki skýrt í tillögunni, en það klárt að það sem kemi út úr kynningunni átt að fyrir íbúakosningu. Við getum bara unni með það sem við höfum, það bara þannig og það virðist ekki alveg vera alveg svona sama lína hjá bæjarfulltrúum Sjálfstæðisflokksins, en ég held að við séum nú búin að segja ýmislegt þetta, en bara mig langar að loka á því að það engin bæjarfulltrúi sem ætlar sér að eyðileggja átsýnt Eldfells eða náttúru Vestmannaeyja og ég veit það að bæjarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins vita það að engin af þeim 9 bæjarfulltrúum sem situr hér í bæjarstjórn ætla sér að gera það. Og mér finnst bara einhvern veginn, það hefur verið ofboðslega gott að taka þessa umræðu töluvert fyrir í ferlinu og það þýðir ekki að segja það að það sé bara að við eigum ekki að fara að benda á það, en við erum komin að stað. Við segjum ekki við listamann sem heitir Ólafur Elísson, bíddu aðeins, við ætlum að kjósum það hvort við viljum fá listaverk, hendi okkur einhverjum drögum, þá segjum við frekar bara, heyrðu, nú bara komið samt tímapunktur að við ætlum að hætta við. Það valið sem við höfum, hvort sem okkur líka betur að vera. En ég held að bara þessi umræða sé góð og það hefur bara verið gott að taka hana fyrr, en mér finnst þetta aðeins svona ruglandi fyrir mig allavega, þessi staða. Takk fyrir þetta. Jóna Sigríður Guðmundsdóttir, gjörðu svo vel. Forseti, útlit verks frá listamanni segir sig sjálft að verði ekki opinberað fyrir frumsýningu. En það sem ég langar kannski helst að koma inn á að við verðum náttúrulega að treysta þeim sem að vinna hér að skipulagsmálum og það sé farið eftir þeim kvöðum sem sett og búið að setja og umhverfis- og skipulagsráð og þeir sem bara starfsmenn bæjarins sem vinna í þessum málum hafa náttúrulega unnið með umsagnaraðilum og í þessu tilviki eru tvær stóra stofnanir sem að skila inn áhyggjum og þetta eitthvað sem verið að vinna með. Og þannig það bara í öllum skipulagsmálum. Það aldrei farið gegn því sem að þessir aðilar segja og ég held að listamaðurinn, við áttum fund með honum líka á sínum tíma og honum var alveg gert grein fyrir þessu og hann fundaði með þá Umhverfisstofnun og Náttúrufræðistofnun Íslands. En forseti, ég vil fá að lesa upp bókun meirihlutans. Í september 2021 var skrifað undir sameiginlega viljayfirlýsingu forsætisráðherra fyrir hönd ríkisstjórnar Íslands og bæjarstjóra Vestmannaeyja varðandi viðburði og listaverk í tilefni 50 ára gosafmælis. Í framhaldinu lagði forsætisráðherra fram þingsályktunartillögu þann 13. júní 2022 sem var samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. Síðan þá hafi verið teknar á annan tug ákvarðana í bæjarstjórn, bæjarráði og í umhverfis- og skipulagsráði varðandi verkefnið. Allar ákvarðanir sem teknar hafa verið í bæjarkerfinu hafa verið samþykktar samhljóða. Frá 12. febrúar hafa legið fyrir í fundagátt upplýsingar fjárhagsramma verkefnisins
og hafa verið aðgengilega bæjarfulltrúum. Fjárhagslegu rammi verkefnisins hefur tekið langan tíma og tafir því orðið á framgangi málsins. Ekkert hefur þó breyst varðandi fjármagn Vestmannaeyjabæjar í verkefnið sem samþykkt var samhljóða í bæjarstjórn haustið 2022. Þá er einnig mikilvægt að halda því til haga að á þessum tímapunkti er ekkert sem bendir til þess að ásýnd eldfells eða náttúrunnar í kring verði raskað með óafturkræfum hætti, enda á endaleg hönnun og útlit umrædds göngustígs og listaverksins alls eftir að fara í gegnum skipulagsferli áður en framkvæmdaleyfi verða gefin út. Þvert á móti er í þeim drögum af samningi sem liggur fyrir sérstök áhersla lögð á góðan og vel hannaðan göngustíg á nýja hrauninu sem fellur vel inn í landslagið. Aukin heldur er í skipulagi kvaðir að hraunið og eldfell verði fyrir sem minnstu raski. Enginn af bæjarfulltrúum meirihlutans mun styðja stórkostleg inngrip í náttúru eldfells. Í tillögunni liggur ekki skýrt fyrir hvað eigi að kjósa heldur að vísa til málsins án þess að það sé nánar. Það eitt og sér gerir það að verkum að tillagan er ótæk í ljósi reglugerðar 922 frá 2023 íbúakosninga sveitarfélaga og 60. grein bæjarmálasamþykkta Vestmannaeyjabæjar. Aukin heldur kemur fram í minnisblaði forseta bæjarstjórnar málið að ákvörðunum íbúakosninga jafngildi ákvörðunum verkið í ljósi þess að samstarfsaðila bæjarins treysta á að þær ákvarðanir sem teknar hafa verið standi og málið sé ekki sett í bið af ástæðulausu. Sé það vilji bæjarfulltrúa að hætta við verkið færi betur á því að leggja fram tillögu þess efnis umbúðalaust. Takk fyrir þetta. Fleiri hafa ekki kvatt sér hljóðs og þá munum við bera upp tillögu bæjarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins í málinu sem er svohljóðandi. Nú er hún dottin hér af tölvuskjánum sem ég var með hérna. Já, þá er sem sagt svohljóðandi tillaga borin upp til atkvæða frá bæjarfulltrúum D-lista. Í ljósi verulegra tafa á framkvæmd og afhendingu minnisvarða í tilefni hálfrar aldar afmælis Heimaeyjargossins sem nú er liðið yfirvofandi óafturkræfs inngrips í dýrmæta náttúru Vestmannaeyja og fyrirsjáanlegs vaxandi framkvæmdakostnaðar leggja fulltrúar Sjálfstæðisflokksins til að staldra verði við. Ekki liggur fyrir kostnaðagreining á afmörkuðum hlutum verksins auk þess sem hluti listaverksins er göngustígagerð í Eldfelli þar sem ekki liggur fyrir ásýnd né hve umfangsmikil framkvæmdin er. Áður en lengra er haldið er nauðsynlegt að það liggi fyrir ítarlegri kynning á verkefninu, stöðu þess, kostnaðarmat og svo framvegis. Í framhaldi af þeirri kynningu er lagt til að málið verði sett í íbúakosningu enda varðar málefnið eina dýrmætust og yngstu náttúruperlu og sögu heimild Vestmannaeyja. Og undir þetta rita allir 4 bæjarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins. Og þá göngum við til atkvæða þessa tillögu. Þeir bæjarfulltrúar sem samþykkja þessa tillögu gjöra svo vel að gefa merki. Þeir bæjarfulltrúar sem eru á móti þessari tillögu gjöra svo vel að gefa merki. Tillagan er felld með 5 atkvæðum gegn 4. Er umræðu þetta mál lokið og tekið fyrir. Nei, já, við erum enn sem sagt í fundi bæjar á Vestmannaeyja númer 3213. Liður 1-4 og 7-12 liggja fyrir til upplýsingar. Þá tökum við fyrir 8. málið á dagskrá framkvæmda og hafnaráð Vestmannaeyja fundur númer 304. Liðir 1-3 liggja fyrir til upplýsinga. Liður 6 staðfestingar. Já, fyrirgefið. Það liggur fyrir liður 6 að fyrirgæðarás. Ég vona að mér líðist að ruglast aðeins á þessu eftir það sem undan er gengið.
Það er sem sagt tímalínan, þessi liður 6 er fjárhagsáætlun 2025 tímalína. Orðið er laust. Það hefur enginn hvatt til hljóðs. Þeir sem vilja staðfesta þessa tímalínu sem þarna er lögð til, gjöra svo vel að gefa merki. Og þá endurtek ég að liðir 1-4 og 7-12 liggja fyrir til upplýsinga og þá tökum við fyrir 8. dagskrármálið sem er framkvæmt á Hafnaráð, Vestmannaeyjafundur 304. Liðir 1-3 liggja fyrir til upplýsinga. Liður 4 liggur fyrir til staðfestingar, það er sem sagt gjaldskrá slökkvilis Vestmannaeyja fyrir árið 2024. Orðið er laust, enginn biður það. Varstu að biðja orðið í þessum lið? Fólk er að rétta upp hendur hér alveg hreint í. Það kveður enginn sér hljóðs. Þeir sem samþykkja gjaldskrá slökkvilis Vestmannaeyja 2024 gjöra svo vel að gefa merki. Það er samþykkt samhljóða. Þá tökum við fyrir 9. málið á dagskrá sem er bæjaráð fundur 3214. Þetta er það sem við tókum inn með afbrigðum hér í upphæði fundar. Þannig í rauninni eru svo sem allir liðir uppi til umræðu. Ég rekna með að liður 1 sem snýr að ársreikningi sé tæmdur. Vill einhver bæjarfulltrúi taka til máls liði 2 og 3 af þessum bæjaráðsfundi í dag? Svo er ekki. Liður 4 er til staðfestingar og liður 4 eru kaup á Básaskersbryggju 2. Orðið er laust þetta, vill eitthvað kveða sér hljóðs það? Svo er ekki. Þeir bæjarfulltrúar sem vilja staðfesta þessi kaup gjöra svo vel að gefa merki. Herjólfs OHF. Já, Herjólfs OHF, rétt að taka þetta. Það er samþykkt með 9 samhljóða atkvæðum. Þá liggur ekki fleira fyrir þessum fundi. Næsti fundur verður boðaður þriðjudaginn 7. maí hér í Ráðhúsinu klukkan 17. Fundinum er slitið.